nálgumst rauðaborðið. Við lokum þætti hjá Birni Þorláksinni en hann fær til sín Einar Sveinbjörn Guðmundsson, varaborgarfulltrúa Flokks fólksins, sem telur að þétting byggðar hafi verið of mikil í borginni. Þar á undan kemur Eyja Margrét Jóhönnu Brynjarsdóttir, prófessor í heimspeki og ræður verðleikasamfélagið við Gunnar Smára, hugmyndir að þau sem auðgast og nái langt geri það vegna eigin verðleika og þau sem eru fátæk og óséð séu það vegna skorts á verðleikum. Þar á undan kemur til mín Sóley Lóa Smáradóttir nemi en hún skrifaði áhrifamikla grein sem fór víða fordóma sem hún finnur fyrir og hvernig við ræðum svona hvernig við getum bætt samfélagið. Þar á undan fáum við Björn Leví Gunnarsson fyrir þingmann að borði og hann ræðir hér við Björn Þorláksson hann vill að hvorki sósíalistar, Vinstri græn né Píratar bjóði fram einhvers konar mótmæla aðgerð til þess að þrýsta á umbætur. Þá heyri ég í Helen Maríu Ólafsdóttur, öryggissérfræðingi sem var við því að orðræða og framkoma Snorra Mássonar í Kastljósi í gærkvöld sé undanfari einhvers annars og mun alvarlegra. En við byrjum hér á þáttinn á Einari Sveinbjörnssyni, veðurfræðingi sem ræði við Gunnar Smára fyrirsjáanlegt hrun hafstrauma í Atlantshafi sem muni leiða eins konar ísöld yfir Ísland. Er þetta mögulegt, ólíklegt eða næsta víst? Við komumst að því hér eftir stuttar auglýsingar. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það birtist grein fyrir stuttu hafstraumana hérna í hafinu í kringum okkur í Atlantshafi og sem bendir til þess að það gæti gerst miklu fyrr heldur en að fólk hafði talið og líka kannski miklu líklegra en fólk hafði talið að þetta kerfi geti fallið og við þekkjum það nú Íslendingar hvað það þýðir við höfum að sumu leyti getur verið hérna út af Golfstrauminum en ef að hann fellur að þá verður hér allt annað loftslag og verra heldur en að var fyrir séð. Þetta er svona okkar heimsendi og ég tók eftir í svona umfjöllun þetta að þessi grein er töluverð tíðindi. Er það ekki þannig, Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur á veðurvaktinni? Er þetta ekki? Jú, það má segja það. Hún er ein svona nokkur á undanförnum árum sem að er niðurstöður rannsókna sem að benda til þess að við getum verið að nálgast einhvern svona vendipunkt í þessu. Það nú, ég útskýri það kannski betur eftir hvað er vendipunktur í þessu samhengi en þessi grein í Science og þetta línurit sem að birt þar, þetta var nú hollendingar sem stóðu fyrir þessu, að þeir svona reiknuðu aðeins lengra, þeir fóru og reiknuðu þess veðurfarslíkon og reiknuðu út frá svona þessum venjulegu loftslagsviðsmyndum og reiknuðu þeir fram yfir næstu aldamót og fram á 20. öldina og þá gerðist það með öllum sviðsmyndunum að það var sem sagt mikil minnkun í hafstraumunum eða innflæði hlýsjávar hérna norður eftir í þeim öllum sko, og gerðist bara í raun og veru á svipuðum tíma. Þannig að eins og það orðið, þeir hafa náð þessum vendipunktu einhvers staðar þar og það í raun og veru það vakti þetta, eins og segja, þetta vakið talsveit mikla athygli og ég skrifaði þetta bara mjög fljótlega og brást við og sko Stefán Ramstorff sem er þýskur hafeðlisfræðingur og loftslagsvísindamaður sem er nú dálítið þekktur fyrir að tala mikið þetta Potsdam í Þýskalandi hann lét hafa það eftir sér sko að
hérna áður sko eða hérna fyrir áður þessi grein birtist að þá lítum menn á þetta sem svona eitthvað sem afleiðingar loftslagsmála sem að væri fremur ólíkleg en hefði mikil áhrif og líkurnar væru kannski 1%. En hann sagði sko að nú verðum við að horfa til þess að líkurnar getur verið meiri og alltaf 25% að þetta geti gerst sko á næstu 100 árum eða eitthvað svoleiðis. Það breytir svolítið stöðu Íslendinga gagnvart loftslagsbreytingum. Við þekkjum þannig eins og Kyrrahafsþjóðir sem eru mjög ákafar að mæta á ráðstefnur og slíkt vegna þess að sko það er katastrófa yfirvofandi, kannski ekki, ég veit ekki hvernig reiknaði á þeim, hvort þessu 25% líkur á 100% katastrófu. Já. En við erum kannski bara að lenda í þessum hópi að við getum orðið sko, mikil fórnarlömb loftslagsbreytinga. Já, mikil ósköp og Kyrrahafseyjunum þetta þannig sko að menn eru þegar farnir að sjá sko sjávarborðið stíga og rísa og sjá það bara koma á móti sér og þeir hafa eðlilega haft hátt og það er eitthvað svona sem gerist bara svona línulega, tiltölulega línulega, ekki endilega hægt og rólega heldur hratt og örugglega. Með í raun og veru annars vegar bráðnun jökla, ískvelana á Grænlandi og Suðurskautslandinu en líka bara við það að heimsömmin hlýna þá verður á sér stað þensla þeirra við uppbytun og það lyftir líka sjávarborðinu. En það sem við erum að tala um hér er í raun og veru sko skyndileg breyting sem verður á hafstraumakerfinu vegna þess að það hefur tvenns konar jafnvægi og ef við bregðum hér upp mynd sem að Stefán Rafnsson... Ég fekk þig hérna til þess að útskýra þetta fyrir mér. Ég vonir það að þegar við erum búnir að þá mun ég að skilja þetta. Það er gott. Og svona fá upp hérna mynd sem að Stefán Rafnsson hefur talað dálítið og hérna og hún sýnir í raun og veru uppgötvun sem var gerð og þetta er niðurstaða þeirra við ískjarnarannsóknir á Grænlandi á 9. áratugnum og þetta voru mjög merkar ískjarnarannsóknir sem að borað ofan í hérna Grænlandsísinn og svo og hægt að horfa langt aftur í tíman og svo þegar var búið komið niður á botni í ískjarnanum eða í jöklinum og þá var farið í setlögin sem voru undir elsta ísnum og þá gátu menn farið að lesa úr fyrri ísaldir og það var hérna merkilegt að það var íslensk kona sem tók virkan þátt í þessum rannsóknum og á mikið þátt í þeim með þessum danskort sem að þessar sveiflur eru kenda við það maður sést á myndinni og það var Árný Erla Sveinbjörnsdóttir sem er kona Sösara Skarphéðinssonar. Þannig er þetta með tvær myndir, hérna A sem er þá til vinstri. Já, sem er það ísöldin þar sem þetta straumakerfi næri ekki upp til okkar? Já, einmitt, þá er ísöldin, þá liggur hérna ísaldar jökullin hér yfir og suður fyrir landið og djúpsjávarmyndunum svo kallaða það sem að velti hringrásinn, það sem að hlýr Atlantsjór streymir þetta norður eftir, hann er jafnframt saltur og þegar hann kólnar þá er hann þyngri en sjórinn í umhverfinu og hann sekkur og allar leiðir á botn. Og þetta gerðist sem sagt á ísöldinni fyrir sunnanlandið og svo hafa menn séð í þessum ískjörnum að umbreytingin frá því að sérstaklega frá því að kerfið var hér allt mjög norðarlega og náði þetta norður að það í raun og veru bara það brast á 50-100 árum. Það gerist mjög skyndilega. Mjög skyndilega. Já. En hinmyndin, bíómyndin er þá eins og ástandið er í dag eða hvað? Eins og ástandið er í dag. Já, það sem Golfstraumurinn nær norður á bóginn. Er ekki alltaf að kalla þetta Golfstraumurinn? Jú, eða norður Atlantshafsstrauminn. Golfstraumurinn í raun og veru er í raun og veru bara sá hafstraumur sem kemur úr Mexíkuflóanum. Það er rótin að þessu öllu saman og streymir síðan fram hjá Hattiðarsöfða í Georgíufylki og áður en hann streymir út á Atlantshafið þá fyrir við að tala um norður Atlantshafsstrauminn. En þetta er forseta fyrir þess að það er hægt að búa hér. Jú, og við læriðum, við sem erum orðið miðaldra og eldri, við læriðum það að Golfstraumurinn héldi landinu byggðum á að segja. Og hann er líka gjöfull við Noreg. Það væri ekki svona blómleg byggð í Lófoten ef ekki væri fyrir Golfstrauminn. Nei, og þetta er gríðarlegur flutningur af hlýjum og söltum sjó hérna norður á bóginn og stærsta kvíslin hún fer á milli Færeyja og Hjaltlands og heldur áfram norður með vesturströnd Noregs og stefnir í raun og veru í áttina suðurodda Svalbarða og inn í Barentshafið. Lítil kvísl af þessu fer hérna vestur með. Við fáum bara hluta. Svo kallar Irmingarstraumurinn. Allt er þetta og meira til hluti af þessu
þessu norður Atlantshafsstraumakerfi og við sáum á myndin áðan að það munar 6 gráðum á því hvort við erum í jafnvægisástandinu sem núna eða hinu ástandinu þar sem að Golfstraumurinn í raun og veru eða straumakerfið það flyst til suðurs og við sjáum á næstu Þannig þessi hringrásin hún brotnar þá fyrir sunnan okkur og munar hvað séu 6 gráðum á hita sjávar þá? Það munar 6 gráðum á hita sjávar eða bara á hita breiddargráðunar. Já, ef við höfum ekki strauminn þá erum við með 6 gráðum. Á 6 gráðum kaldara. Já, ég nefnilega einhvern tíma var ég að reyna að skilja þetta og þá var ég þarna í Þrándheimi. Ég held að Þrándheimur eiginlega sömu breiddargráðu og Reykjavík og Núk það líka. Já. En það alveg þetta að búa Núk. Það sé svona stundum borgarísjaki í höfninni. Það þetta að lifa þar. Það alveg þetta að lifa þar en hérna það miklu kaldara með okkar breiddargráðu. Þeir njóta ekki varmastreymis af hlýsjónum nema með óbeinum hættin stundum þetta berast sunnan vindar þangað norður eftir og sem varminn að sunnan en straumurinn umlykur ekki svæðið eins og gerir með okkar eyju að mestu leyti hann umlykur hann ekki alveg. Ég segi þetta þegar þú varst að tala um ísöld og ísaldarjökulinn þá var bara jökull hér yfir öllu. Jú. En ef að kerfið brotnar að þá ekki þar með sagt að það verið algjörlega óbyggilegt á Íslandi. Nei og það er ekki verið að tala um það að straumurinn stöðvist heldur það minnkar bara varmaflæðið hingað norður eftir. Það minnkar norður eftir en við sjáum á næstu mynd og hún þetta er mynd sem ég tók mig til og þýddi og sem sagt að hita á seltuhringrásin er sýnt þarna til vinstri að það við fáum sem sagt það sem gerist í raun og veru og þess vegna heitir þetta Golfstraumur að Mexíkóflóin að það vegna ríkjandi austanátta þá stendur sjórinn hærra í Mexíkóflóanum og það streymir út af Miklumóð Flórídasundið og út á Atlantshaf og þetta gríðarlegt vatnsmagn sem fer þarna norður með austurströnd Bandaríkjanna og síðan taka vestanvindarnir við að bera þennan heita sjó, ríkjandi vestanvindir þvert yfir Atlantshafi. Suðvestanáttin okkar, sem hérna ríkjandi og menn þekktu í siglingum hér fyrir öldum síðan. Og ber þetta í raun og veru alveg lengst norður fyrir Ísland og þar þessi upphaflega saltisjór sem fullsaltur 35 prómil að þá kólnar hann niður í 0 og jafnvel og áður hann að kólna niður í 0 og áður hann nær að frjósa, hann verður þetta enn kaldari að þá verður hann þyngra en þannig kring og það myndar djúpsjó, þá sekkur og ef við tölum veltir hringrásina þá þetta það er margir þættir sem að ýta þessu hingað norður eftir. Bæði það vestanvindarnir, það líka það að þegar að sjór sekkur þá togað í nýjan sjó. Þannig að þetta færiband. Hita á seltu færiband var þetta stundum kallað. Og svo rennur hann þá suður eftir þegar hann sokkinn og orðinn kaldur. Já, það sjáuð að bláa kvíslinni að það raun og veru djúpsjór sem að rennur með botninum og alveg suður á Suður-Atlantshaf. Þannig að þetta og yfir Indlandshaf, þannig að þetta stór og mikil hringrás en það sem getur gerst það að bæði vegna aukins ferskvatns sem að verður vegna bráðnunar sem eins og Grænlandsjó og blandast þessum saltarisjó og gerir saltasjó og gerir það verkum að hann verður léttari og líklega ísinn bara á pólnum ekki? Nei, ísinn á fyrst og fremst Grænland fyrst og fremst er það Grænland, en líka það og það hefur ekki mikið verið umræðinni og flækir máli pínlítið að Íshafið sjálft lokað innhaf og inn í það streymir gríðarlegt magna ferskvatni. Það svo 7 stór ár sem koma frá Síberíu, Mackenzie fljótið í Bandaríkjunum og ég man nú ekki alveg hvað heita allar þessar ár sko. En það safnast upp á nokkrum áratugum svona heilmikil bóla af fersku vatni, lítt söltu vatni. Og hún á það síðan til að springa fram og koma í Austur-Grænlandsstrauminn sem hér með streymir hér til suðurs með Grænlandi sem kaldurstraumur og með seltulitlum sjó og honum fylgir hafís og þegar að hafís árin voru hér þessi annálaðu 60-171 að þá sýndi Sven Ove Malberg og fleiri haffræðingar þetta var ástæðan þetta var the great salinity anomaly að stóra seltufrávikið og þetta á líka þátt í þessu og við fáum myndin upp aftur að þá sjáum við það sem að gerist það
að af því að það sekkur minni sjór fyrir norðan, þá fer þetta færiband að hökta og þá berst ekki hlýi sjórinn hingað norður eftir. En hvað verður þá heita sjóin, segja sumir, og við sjáum þennan hringstraum sem á báðum myndunum, að hringstraumurinn í raun og veru sem að beinir hlýja sjónum í áttina Kanaríum, hann eflist á móti. Þannig að varmaflutningurinn hann er til staðar, hann er ekki að berast með sama móti til norðurs. Það vegna þess að straumurinn, kaldi straumurinn, suður, hann veikari og togar þá síður til sín heitan sjó. Já, vegna þess að djúpsjávarmyndun. Og þar leiðandi að því að hann er ekki togaður, að þá fer hann bara til Kanaríu í stað. Þá fer hann bara til Kanaríu í stað. Eins og við gerum, þegar það er kalt. Já, og þetta hér á árum áður, þegar menn voru í þessum ískjarnaransóknum og jafnvel fyrr, þá sáum við það að straumakerfi í Atlantshafinu gat haft tvenns konar jafnvægisástand. Annars vegar eins og það er sem er núna og hins vegar hitt sem var á myndinni til hægri, þar sem að minna berstinga norður á bóginn og meira fer í hringstraumin. Og svo bara spurningin um það hvenar hrökkvum við úr einu ástandinu og yfir í þennan stað. Og það getur gert bara mjög hratt. Það bara þegar jafnvægið brestur, þá kemur á nýtt jafnvægi. Og það er ekkert sem að bakkar, þá eru bara föst í því. Þangað til að kemur annar hrökk til baka. Smá auka spurningar, hefur þetta eitthvað sérstök áhrif á Kanaríu? Þannig að það er svo margir á teini. Nei, breytir ekki mikið ég meina það hlýnar það bara eins og annars í takt við loftslagshlýnun og í raun og veru ef að þetta gerist að þá er tiltölulega lítið afmarka svæða á jörðinni þar sem að veður fer kólnandi af því að við njótum ekki lengur þessa hlýjund úr suðri en alls staðar annar staðar mun hlýna. Það er fyrst og fremst við. Það eru Færeyingar, það eru vesturströnd Noregs og upp eftir. Það verður óbyggilegt ég nefndi Lófóten. Það verður það líklega. Já, eða allavega það kólnar það mikið að lífsskilyrðin verða með allt öðrum hætti og við höfum séð sveiflur í þessu svo sem áður, hægfara sveiflur og menn hafa ekkert átt auðvelt með að útskýra það sem að kallaði sér litla ísöldin sem að stóð hér frá því 1350 og á okkar slóðum alveg fram undir aldamóti 1900 og bjóð til okkar miðaldir það sem að mannlífi var ekki reisulegt hér. Nei, í sjálfu sér og það nú flestir sem telja það megi nú rekja þetta til hafstrauman, einhverja veikingar á hafstraumunum hingað norður eftir hvað sem að því olli nú á sínu tíma vegna þess að þessi áhrif voru á þessum sömu slóðum og þú varst að nefna hér áður Bretlandseyjar, norður með Noregi, Grænland og hér við Ísland. Má ég aðeins spyrja Bránun Grænlandsjökuls af því þar er ferskvatn sem rennur út í hafið og ef að það eykst mikið er það nóg til þess að hafa áhrif á þessa hringrás? Mér fannst nefnilega fyrstir ég heyrði þetta að þá að tala Bránun Grænlandsjökuls sem að myndi hafa þau áhrif að það kæmi ósaltur sjór sem myndi fljóta ofan á, ekki sökkva og myndi trufla þessa hringrás. Og það gildir alveg í dag að þetta er flóknara, menn sjá það að það er líka samspil seltunar á norður Atlantshafi og sunnanverðu Atlantshafi sem spilar hérna inni líka og í raun og veru er kannski viðbótin af aukaleg bránun á Grænlandsjökli menn vilja meina það að það sé kannski svona 100 viðbótar rúmkílómetrar, þetta er nú stórar mikla tölur meðan að venjulega er kannski bránun 150, 170 eitthvað svo leiðis og þetta er svona mjög grófar tölur viðbótin 100 og þá sé þetta alltaf því dropi í hafið miðað við það ferskvatn sem kemur með Austur-Grænlandsstraumnum út Framsund og breytileiki í því Þetta er gríðarlegt magna ferskvatni sem er að renna þarna. Afrennsli frá allir Síberíunni og Alaska og Norður Kanada er bara meira þegar upp er staðið heldur en það sem er að bráðna aukalega á Grænlandsjökli þó að það sé mikið vatn sem er bundið í ísnum að þá er þetta nú svona hlutalstölunar og ef við sjáum hérna næstu mynd sem sýnir strauman hérna við Ísland að þá er þetta svona sem að gildir, það er Hafrannsóknastofnun sem hefur gert þetta kort og það er farið í snið sem þetta er merkt og hverju vori og oftar og það er mælt kafað það svo hann undir djúpið og hitinn og seltan eru skoðuð og þegar við sjáum hér einhverja breytingar þá koma þær fram í þessum mælingum bæði það er sjóri getur kólnað eða hlýnað og seltan getur sveiflast og
þessi austur-Grænlandsstraumur, það bláu pílurnar sem við sjáum hér á milli Vestfjarða og Grænlands og það hann sem ber með sér hafísinn. Hafísinn hefur minnkað en straumurinn enn til staðar og svo erum við þarna með austur-Íslandsstrauminn sem kalla það hinn bláa pílinn hann út á Langanesi sem við fundum aldrei fyrir síðasta sumar í allir í norðanáttunni. Þetta vindknúin straumur. Og veldur því hvað getur orðið stundum kalt þarna. Já. Það maður fær bara sultadrópa bara að nálgast Melrakkaslétt og Langanes. Já, sérstaklega þegar að þessi kvísl er mjög áberandi eins og var í fyrra. Og svo þarna ringurinn þarna fyrir norðan. Þetta eitt af þessum örfáu svæðum á jörðinu þar sem sjór að sökkva. Og á milli djúpt út á Langanes og að Jan Mayen, svo annað norður á Jan Mayen og í áttina Svalbarða. En hérna... Og við viljum hann sökkvi til hann sogi til sín heitari sjó. Sogi til sín heitari sjó, þannig að haldi færibandinu gangandi og stundum högtir það aðeins. Það rekkur alltaf aftur í gýrin vegna þess að við erum í þessum stöðuleik. Og síðan sem sagt þessi Irmingarstraumur sem þetta fyrir vestanlandið og hann fer til norðurs og blandar kaldari sjónum fyrir norðan og það getur verið mikið flögt í honum og stundum leggst kaldari og selturill sjór þarna ofan á hann og og það var einmitt við getum hugsað okkur það að áratuginn 1881 til 1890 að við höfum mælingar frá þeim tíma þá var ákaflega kalt á Íslandi og við fórum úr mjög hlýju sumri og yfir eitthvað kalt ástand sem hafa ekkert almennilega geta skýrt út hvers vegna var en þá má segja það að hitinn til dæmis í Stykkishólmi að það hafi verið 2 gráðum lægri heldur en var lengst af 20. aldarinnar 2,5 gráður í stað þess að vera 4,5 2,5 í stað þess að vera 4 það bara 1,5 og samt sem áður var þetta tímabil sem var alveg hræðilegt hér á landi og fólk bara gafst upp á búsettunni hér og þarna náðu vesturferðirnar hámarki sín 1887 eftir nokkur mögur ár og erfið í röð. Það var margt fólk sem hafði freistast til þess að reyna búskap á heiðarbílum og fleira og svo kom vorið 3 vikum seinna að það þýddi það að þú varst að drepa beljuna svo maður vitni nú óbeint í sjálfsagt fólk og fleira það sem getur verið það sem búskapurinn svo erfiður að má ekki við þessu það hljómar ekkert stort út að segja 2 gráður maður getur bara 4 aðeins hærra í ofninum. Já og þetta eitthvað svona sem við getum haft til viðmiðun að hvað gæti gerst ef að það myndi hægja á varmastreyminu hinga norður eftir en þetta reyndar ekkert voðalega mikil kólnun með þær tölur sem líkurinn hafa verið að sína og segja á. Og það var dálítið athyglisvert og það líka dálítið vitnað í það og ég fór af stað með svona lítinn fyrirlestur 2018 sennilega var það og það sem því að menn voru þá að tala þessar sviðsmyndir, þessar 3 sviðsmyndir eða 4 sem alla gera ráð fyrir hlýnun hér á landi, mismikilli þó og við ætlum að reyna að draga úr losunni til þess að halda okkur ekki í miðsviðsmyndinni heldur í kannski þessi lægri kemist kannski ekki þá lægstu en þá var alltaf ein til hliðar sem að ég kallaði hryllingsviðsmyndina sem að var í raun og veru þessi sem að við erum að tala um hér að í stað þess að það línaði þá myndi kólna út af bresti eða meira átt af truflun í þessu hafstraumkerfi og það var svo merkilegt að það birtist þarna grein og manst að það var talað um það að það hefði verið 40-50 vísindamenn sem voru staddir hér á Arctic Circle í fyrra og þar var meðal annars Stefán Ramstor, Halldór Björnsson á Íslandi og fleiri að þeir afhentu þar yfirlýsingu þar sem var vísað í þetta amok og veltirhingar og svo dæmi og þar var fyrsta tilvitnunin í því skjali að þar var tilvitnun í þessa Kínverja sem að fóru á stað með dálítið athyglisverða rannsókn sem að ég byggði meðal annars á þennan fyrirlestur minn og það sem ég gerðu var í raun og var ekkert annað en það að þeir tóku veðurfarslíkun sem höfðu verið keyrð áður 100 ár fram í tíman og til þess að keyra svona líkun á þeim tölvum sem að menn höfðu hér áður þá þurftur að gera allskis einfaldanir og þegar þú gert að gera einfaldanir í svona eðlisfræðilegu líkun þar sem öll hreyfingin meira og minna óreiðukennd þá þarf þetta að búa til að hafa hana línulega og láta þetta allt hrökkva í einhverjum línum
En það sem þeir gerðu að þeir voru allt í einu konur með öflugri tölvur og þeir gátu kyrkt þessi sömu líkön án einföldunar. Sko, með því að draga þess úr einföldunum, þá bara allt í einu, þá bara hrundi allt kerfið. Þau breyttu engu öðru, en bara einhverju forsendum í reikniverkinu. Þá fór líkanið að segja að hafstraumakerfin myndu falla. Já, eftir 300 ár reyndar. Já, en við sjá, það er á síðustu myndinni, það sem ég kallaði hryllingsmyndin, þarna vísaði í þessa ágætu grein sem að birtist í janúar 2017, þannig að þetta er nú ekkert ný umræða. Og þetta eru þá hitabreytingar og það sem er blátt, þar er kólnar en á öðru stöðum línar. Já, og við sjáum það, sko, þetta er algjör hryllingur því að þarna er gert ráð fyrir því að það er kólni á milli Íslands og Grænlands 9 gráður frá því sem að nú er, sko. Það er nú úr ansi háum söðulega detta, myndi ég að segja, sko. En þetta er auðvitað allt saman byggt á einhverjum tilgátum, en af hverju erum við að segja þetta? Jú, við verum að draga þetta fram með því að við verum að draga þetta fram til þess að vekja fólk til umhugsunar það að afleiðingar af loftslagsbreytingum. Þú var eiginlega eftir að segja með það. Af hverju það loftslagsbreytingarnar sem að geta ítt undir þetta? Það er raun og veru það að sko, með hlýnun sjávarins þá breytum við í raun og veru þessum kröftum sem að draga sjóinn hingað norður eftir. Það er það sem gerist. Og eitt af því sem ég svo sem ekki komið inn á hér er það að það hækkar, sko, út af rúmmálsbreytingu, þá hækkar sjórin, hækkar í sjónum, hækkar hæðarfletirnir suður á Atlantshafi út af Bandaríkjunum, út af Flórída. Þannig að sjórinn er ekki togaður að eins miklu afli út úr Mexíkóflóa? Nei, hann kannski togaður að sveipuð afli á Mexíkóflóa, það vantar kannski styrkin til þess að knýja hann áfram norður eftir og eitt af því sem menn hafa verið að benda á og hefur komið fram í þessum útreikningum að stærri hluti af þessum hlýjendum eða af þessum hlýja sjó í raun og veru skellur bara á austurströnd Bandaríkjanna og þar hlýnar mjög skart, sko, 3 eða 4 gráður og menn eru þegar farnir að sjá einhverja breytingar í þá veru það núta Long Island og Washington og á þeim slóðum, sko. En við hefum ekki orðið var við mikið kólni hér, eða það? Nei, það er... Mér finnst eiginlega bara, mér finnst að vera orðið svo undarlegt loftslag hérna, mér finnst alltaf svo rakt loftið og hlýtt og ég get svarið, ég lifði það í fyrsta skipti á ævinni, það voru 4 dagar í röð sem var logn í Reykjavík. Það búið að vera mjög hægverða samt í sumar, það má eiginlega segja eins og er. Nei, enda sko, þegar við erum að tala uppbrot á þessari veltihringrás, þá er það eitthvað sem að gerist, svona, það er eitthvað rofi sem fer í gang og það er ekki búið að taka í þann gikk ennþá, þannig að það er enn að lína hér á okkar slóðum. Sko. Þú ætlar að fara að halda þig fram að við séum komni kannski yfir point of no return? Nei, ég veit það nú ekki. Nei. Ég er nú ekkert viss um það, sko. En það eru sumir sem benda á það, sko, og segja það að mögulega að þá sé þessi punktur sem þetta nefna, hann verði við 2,5 gráður línun, en nálægt því. Við erum í 1,5 núna. En þetta veit enginn. Það getur vel verið að það gerist bara við rúmlega 1,5 eða bara við 5. Af því að þetta var aldrei gerst áður, akkurat svona. En hvað með ísöldina? Gerðist þið ekki eitthvað svona þá? Já, sko, það var í raun og veru það sem að svissar á milli ísald og hlýskeiða sem voru þetta miklu vægari hlýskeið en hlýindin sem við erum að upplifa núna. Ef við erum að horfa nálægt okkur í tíma, svona það byrja 2 milljónir ára aftur í tíman, að það eru sko breytileikar í brautarþáttum jarðar umhverju sólu. Þannig að það var úr meiri sólarorku að spila stundum, sko, sem að gera það að verkum að jörðin snýri öðruvís á sólinni og að því að hún er sporskjulaga umhverfis sólina, þá var eins og núna er jörðin fjærst. Hún bara greip, sérstaklega norðurhveli greip orkuna með öðrum hætti. Hlutfallslega ekkert svo mikið mér orku en nóg til þess að hrista af okkur þessar ísaldar hlekki, sko. Og við það að þá fór koltvísýringur og gufu upp úr sjónum. Og á svona 500.000 árum að þá gjörbreyttist allt saman og þetta Golfstraumakerfi eða Norður-Atlantshafskerfi fann sér nýtt jafnvægi hingað norður eftir. Sem er búið að vera síðan. Það er búið að vera allavega síðustu 12.000 ári. En núna loftslagsbreytingar af mannavöldum valda því að hættan er, og það er fyrst og fremst það er að hlýna og sjórinn er að hlýna. Og ef sjórinn hlýnar almennt að þá dregur úr þessu þörf, getur við sagt, þetta er alltaf ekki að persónu gera sjórinn, þörf hans til þess að fara norður. Það er minna sem togaran. Minna sem togaran, já. Það er minni kontrastar í þessum, en
En þetta sko, þetta samspil er flókið, það koma inn í þetta margar breytur og menn þekki ekki almennilega áhrif ferskvatsins og hvernig það hefur áhrif á þetta. En þetta samspil norður og suður Atlantshafsins líka og það kemur skýrt fram í líkonunum. En ég meina heimshöfin hérna núna bara síðustu örfá árum hafa hlýnað alveg svakalega mikið. Og ég var að skrifa bara það í morgun að... Og meira heldur en að menn voru að spá, ekki? Jú. Flestar þannig þær eru drastískari breytingarnar heldur en menn voru að spá, er það ekki? Sérstaklega síðan 2020. Og það ýmsar ástæður fyrir því, en við sjáum það bara til að mynda í Kyrrahafinu, austur á Japan, að þar hefur sjórinn frá 21-22 hlýnað bara nokkuð varanlega 3-5 gráður. Og það sko, Japanir eru að koma út úr hlýjasta sumri frá upphæði mælinga hjá þeim og það ná nú mjög langt aftur. Alveg aftur til 1898 þar sem getur skoðað hitan á landsvísu í Japan. Sama í Kína og Kóreu á þessum slóðum. Og þetta mikið til vegna þess að það bara meiri hlýindi og meiri varmi sem kemur úr sjónum. En þú segir þetta langur tími, en þú varst að droppa 2 milljónum ára rétt áðan. Þannig þetta þá bara brot af þeim tíma. Já. Við vorum að tala 2 milljónur ára það sem skiptast á hlýskeið og íseldir með reglulegu millibili. Herðu, en ef við stöndum frammi fyrir 25% líkum á algjöri ógn, þá bregstu við. Já, það það sem að... Þú kannski gerir það ekki að það 0,5% líkur á algjöri ógn. Bara eins og Stefán Ramstorff segir þetta, en ég segi það sko að þegar við ætlum að aðallegast hér á Íslandi að loftslagsbreytingum og þá verðum við að skoða bæði þessar klassísku hefðbundnu sviðsmyndir sem að heita einhverjum nöfnum og gera ráð fyrir því að hér líni 1,5 til 2 gráður og það drægjur losum síðar á öldinni eða sviðsmyndinni sem að segir það að það mun ekkert gerast neitt. Við þurfum líka að taka með í sviðsmyndina sem segir það að það muni kólna og hvernig við ætlum að bregða við að starfi. Það fyrst og fremst hlutur sem við þurfum að horfa til. Hvað mun gerast, hvernig þurfum að bregðast við? Hvernig þurfum að bregðast við? Ég meina, annars vegar að það hlýni hérna 2-3 gráður. Og hins vegar að það kólni 9. Hvernig á ég að bregðast við því? Kannski ekki kólni, kannski ekki 9. En það var einni myndir. Já, það geti kannski kólna 23. Ég held ef að myndi kólna 9 þá er landið nánast óbyggilegt, sko. En kannski ekki 2-3 ár, sko. En við getum ekki undirbúið okkur undir þetta. Hvernig undirbúið okkur undir það? Annarkot hlýnar eða kólnar? Fyrsta sem þetta í hug, sko, það að hitaveitunaregin og vatn. Eitthvað svo leið, sko. En ég hef svo sem ekki mikið pælt í þessu, sko. Það passa sig að tæmi ekki helliseiða tankinn hann undir. Nei, það er eitthvað í þessa veru og við veitum hvernig við byggjum og hvernig við ætlum að bregðast við, sko. Og á sama hátt og eitt af okkar viðbragði eða aðgerðum eða viðbragði til þess að aðlaga loftslagsbreytingum ef að heimurinn fyrir línandi og líka Ísland, að það er hvernig við ætlum að horfa á eða taka móti stórum fjölda loftslagsflóttamanna sem að munu leita hingað rétt eins og til annarra Norðurlanda eða norðurhjarðansa sem að er skárra að vera og bæði næg úrkoma og nægt fæði og ekki þessar hítabylgjur sem verður alltaf stöðugt á því. Það bara í sumar að ferðamannastraumur hlýtur að koma hingað því að það er orðið of áhættusamt eiginlega að fara að ferðast til Miðjarðarhafslandanna að sumri til. Það eru bara linnulausar hítabylgjur. Svo er það önnur umræða, sko, en á móti kemur ef við erum að tala um að það kólni hér, hvernig ætlum við að halda landinu byggð, hvernig ætlum við að halda fólkinu hérna. En hvernig getum við komið í veg fyrir þetta? Ættu við ég nefndi þarna áðan, ættu við að blanda okkur í hóp þeirra þjóða sem að líta svo á að þær geti orðið verstu fórnarlömb loftslagslínunnar? Eigum við að vera þar? Nei, ég held að sé ennþá tími, þó að sé nú að vera knappur og ég segi, sko, Íslendingar þurfa þetta að standa við sína skuldbindingar sem búið að gera og það er það sem er oftast í umræðinu, hvað það er að gera, sko, til hvað aðgerð er að grípa hér. Ég ætla ekki að blanda mér í þá umræðu. Hvernig stjórnvöld útfæra það. En við getum hins vegar, sko, og við höfum margoft sýnt það þegar að vera að ræða svona stór hnattræn vandamál, við getum beitt okkur meira á alþjóðavettvangi
ég hef oft talað það. Við getum lagt þingri lóð á vogarskálarnar og sett okkar besta fólk í það að setjast við borðið hjá stórþjóðunum og reynda að hafa áhrif í samvinnu með aðrar svona minni þjóðir, hvernig við eigum hvað sé best að gera og hvernig best að ná árangri, vegna þess að við sjáum það bara á fréttum, það er ekki mikil samstæða. Þannig getur við lagt mest af mörkum. Þetta litla brot. Það er ekki nema við upplifum að við séum í hættu. Mögulega. Ef við upplifum, eins og hefur nú verið talað að við munum bara græða á loftslagsbreytingunum. Vil ekki allir fá svona líni hérna 2 gráður? Mögulega, sömur tala þannig, en enginn eiland í dag og við erum að horfa á þetta í heild sinni, segi ég. Málið það að við erum að berjast við það, þetta standa svo okkar alþjóðlegu skuldbindingar, en það sem við erum að draga úr losuninni skiptir í sjálfu sér ekki miklu máli í stóra samhenginu. Og þetta það er erfitt að komast í þetta og sjáum bara löndin hérna í kringum okkur að togast mjög á og heyrum það bara í þessari umræðu hér sem er fyrir kosningar. Það er ekki mikið talað loftslagsmál vegna þess að það er önnur mál sem var að efnahag fólks sem eru ofan á. Ef við fyrir til Evrópu þá er það bara orðið hervæðing Evrópu hefur bara ítt öllur umræðum loftslagsmálin bara að borðinu. Já, ég getur sagt það, en það er í raun og veru pólitíkin á Vesturlöndum, hún snýst það hvað er þetta að gera fyrir mig. Og nú voru kosningar til dæmis í Noregi bara eftir viku og ég aðeins var að fylgjast með þeim og síðustu vikurnar þá hafa borist fréttir af því í olíulandinu Noregi að þar séu þið búin að ná toppnum í olíuvinnslunni og nú stefni í það að olíufyrirtækin séu að fara að segja upp fólki, þeir séu að fara að trappa sig hægt og rólega niður. En þá er þetta komið inn í kosningabarátuna og það má þetta ekki gerast vegna þess að það þýðir það að það verður atvinnuleysi og það er einhverja byggðir sem að fara illa út í því og ríkiskassin og olíusjóðurinn og allt hvað þetta heitir Þannig að nú er verið að deila það hvort það eigi ekki að leggja kapp á það að halda áfram, að leita meiri olíu og við halda hjólinu bara gangandi En þá gleyma með loftslagsmálunum á sama tíma og ég segi líka bara það að við Íslendingar í Norðurlandasamstarfinu eigum við bara að klappa Norðmönnum á bakið og segja gott hjá okkur eða eigum við að láta þá finna til tefasins alveg svo Svíar gerðu gagnvart okkur hér svo mjög greinilega fyrir 20 árum bara út af hvalveiðunum. En eru við ekki að ræða að fara að leita olíu á Drekasvæðinu? Einhver að gera það, ég held að sé nú reyndar ekki pólitísku vilji fyrir því hér. Ég leiði mér efast með það. Mér finnst það að vera komið svolítið inn í umræðinu aftur eftir tiltölulega langt hlé, eða svona. Já. Hlé í 15 ára eða svo. Já. Herðu, Einar, ég held að ég skilji aðeins meira straumahafsins. Gott. Og hvaða vá þetta er. Þegar þú lest þessa grein, við munum vera svo gamlir að við munum ekki lifa þessar breytingar. Já, hver veit. En börnin okkar getur gert það. Og barnabörnin. Já, sérstaklega. Það nú talaðu það að þetta sé líklegast á eftir einhver 80 til 150 ár eitthvað svo leiðis. En þó loftslagsumræðan sé ekki gömul þá man ég vel þegar að menn voru á allt annari línu og það voru birtar forsíðu greinar og yfirskriftir á ráðstefnum þar sem hann talaði að það er 6 gráður línun fyrir aldamótin eða fyrir árið 2050 og allur ís yrði horfinn á norður íshafinu árið 2025 eða hvað var 2030. Svo verður til ný þekking, menn uppgötu eitthvað nýtt og ekkert uppgötu með rannsaka hlutina betur og læra orsakasamhengið og þá verða til nýja kenningar og það er bara í öllum þessum loftslagsvísindum er óvissa marga þætti en það er ekki óvissa það að aukning gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum leiðir til þess á endanum að lofthjúpurinn hann hlýnar. En hvað það gerist hratt og hvað það gerist meira en annar staðar. Sem eru neikvæðar breytingar. Neikvæðar breytingar og hvaða áhrif það hefur á hafstrauma, hvaða áhrif það hefur á veður og vinda, úrkomudreifingu, það er síðan meira óvissa. Einar, takk fyrir að koma hingað og komdu svo oftast. Já, takk. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og breytingarnar á honum. Næsti kafli er eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér er Helen María Ólafsdóttir, öryggissérfræðingur. Gegnum Zoom. Ertu þarna, Helen? Já, sæl og blessuð. Takk fyrir að bregðast hratt við. Ég las pistil eftir þig á Vísi, núna bara í dag, þar sem að þú ert svona svolítið að fara í saumana á ekki beint Snorra Másinni sem personu, heldur svona því sem að hann gæti verið fyrirboði fyrir. Er þetta ekki svona nokkuð rétt túlkað hjá mér? Hvar er ég að byrja? Ok, sko, ég ætla að reyna að setja þetta í samhengi. Það sem ég skrifaði á Vísi var vissulega einmitt þetta að það svona boðberi eða hans orðræða er að fá rosalega mikið súrefni. Og þetta myndi mig svo rosalega á að ég bjó í Bandaríkjunum mjög lengi og var þarna þegar Trump var kosinn. Og það trúði engin maður að Trump yrði kosinn vegna þess að, þú veist, fyrsta lagi var hann að fara bara með alls konar, þú veist, það var engar staðreyndir í því sem hann var að segja, hann var dónalegur, hann sagði hluti sem að, þú veist, enginn hefði leyft sér að segja og það bara trúði því ekki, sko, fólk sem ég var að vinna með og í mínu nána umhverfi sem var þá á svona Manhattan búblunni, sko, að fólk trúði ekki að hann myndi ná kjöri. Svo gerist það að hann nær kjöri og ástæðan fyrir því var dálítið mikið að því hann fékk einmitt svo rosalega mikið súrefni og hann var og blaðamenn eða sem sagt, já, fjölmiðlafólk dró hann aldrei til ábyrgðar. Þú veist, hann fékk alltaf að vaða uppi með alls konar skoðanir sem stóðust enga skoðun, skiluru, og ég er svo hrædd og ég er að upplifa nákvæmlega sama hluti núna í Bretlandi með Nigel Farage og Reform Party. Það sem að, þú veist, hann er bara búinn að stela umræðinni hérna í síðustu 3-4 vikur, þar sem að allt snýst bara eins og bara Bretland sé hreinlega að hrynja út af innflytjendamálum. En ef þú skoðar, þú veist, áhrif innflytjenda á hagkerfið og svoleiðis, þá stendur ekki steinn yfir steini yfir þessum yfirlýsingum, en þetta er að fá allt súrefnið og ef það yrði kosið hérna í Bretlandi í dag, þá er mjög líklegt að Nigel Farage yrði stærsti flokkurinn jafnvel á landsvísu. Og þó að myndi kannski ekki ná meiri hluta á þingi, það yrði sennilega einhver samstöðustjórn, en sem sagt þess vegna finnst mér, ég er meira svona að reyna að vara við því að í staðinn fyrir að fara að hjóla í hann er ömurlegur og ég trúi ekki hans að segja þetta og allt þetta. Vandamálið er, og ég sé þetta og ég er vissum að margir aðrir sjá þetta, er það að hans orðræða og fólk úr hans flokki meðal annars það fer stækkandi hópurinn sem er að kvitta undir það. Og það er þetta bakslag sem við tölum einmitt líka í varandi þú veist, LGBTQ community að þú veist, það er bakslag, en ég vil bara benda á af hverju er fólk að fylgja sér á bakvið þessar hugmyndir. Mér finnst ekki sko að tala, mér finnst alltaf að kalla út, skilur, þegar fólk er að segja eitthvað sem að maður á ekki að líða og ég er ekki að segja að fólk eigi ekki að gera það. Ég er hins vegar að segja, við verðum að skoða af hverju er þessi skautun, af hverju er fólk að fylgja sér á bakvið hugmyndafræði sem að kannski mér og mörgum öðrum finnst sko bara frekar vond og ill og ekki, það er engin húmanismi í þessu, skilur við. Og það er þessi skautun sem á sér stað í samfélaginu í dag. Við erum bara, það eru 2 þjóðir í einni þjóð, bara ef við skoðum bara til dæmis samfélagsmiðlana. Já, þetta er áhugavert en það er líka, það sem að mér finnst svolítið merkilegt er einmitt þetta að það er alltaf verið að tala um þetta málfrelsi og skoðanafrelsi og en að við séum allt í einu farin að gúttera eitthvað svona, ég ætla bara að segja það, bull sem skoðun á primetime í Kastljósi
þú veist, þetta bara eitthvað maður sem hefur ekkert, hann hefur enga reynslu af því sem hann að segja, hann hefur ekki pröfað neitt af þessu sínu eigin skinni en hann einhvern veginn fær að vaða áfram með skoðun á eitthvað sem hann hefur ekki hundsut á. Það var svona eins og ég væri tekin hérna í viðtalum bara virkjanamál eða eitthvað, þú veist, eitthvað sem ég veit ekkert sem sérfræðingur. Og mér finnst þetta svo varhugavert og ég velti svo fyrir mér oft hvers vegna í ósköpunum að því að fjölmiðlar spila hérna mjög stórt hlutverk. Þetta nákvæmlega, þarna RÚV að bregðast okkur vegna þess að þetta á að vera upplýsandi en þú veist, þarna frétta eða sem sagt, sá sem að stýrir þættinum, hann bregst og líka bara eins og þú segir að velja þennan topikalmann, þarna ert í rauninni sko að stilla sig upp sem einhverju debati frekar en einmitt þannig að og svo eitt sem að vera líka átt okkur á, ég nefndi þetta náttúrulega í greininni það að ég veit svo sem ekki hverju Snorri Másson trúir sjálfur hérna inni sko en ég veit líka bara að populista pólitíkusar, þeir nýta sér þetta og hann vissi alveg hvað hann var að gera. Hann vissi alveg og þetta bara tekið úr handbókinni, þú veist, sem að, hvort sem það Nigel Farage eða Trump, skilurðu. Þannig að ég líti á þetta sem tækifæri sinna, ég veit ekki hvort hann að tala gegn betri trú eða hvort hann virkilega trúir þessu. En ég alveg sammálaður, það gjörsamlega fáralt að stilla honum upp þarna sem einhverjum, þú veist, náttúrulega ekki sérfræðingi, hann það náttúrulega ekki, þannig að hvað var hann að gera þarna? Hitt annað, þetta með málfrelsið, það svolítið athyglisvert vegna þess að málfrelsi þannig að þú átt alveg að geta að tala frjálst hlutina þangað til að það kannski getur ýtt undir hatursorðræðu. Hatursorðræða er allt annað mál. Hann náttúrulega nú sniður til þess að hann sjálfur ekki með hatursorðræðu en það sem að gerist óneitanlega að hann ýtir undir hatursorðræðu því það fólk fer að finnast það allt í lagi að tala niður til transfólks til dæmis eins og það eigi engan tilverurétt og þannig að sko það bara ekki þannig að við getum bara talað og hérna kemur ábyrgð fjölmiðlanna til að miklu leyti. Við eigum ekki að geta bara, þú veist, farið í opinber og ríkisfjölmiðil, skilur, ríkisstyrktur fjölmiðil með öllum okkar skattpenningum, þar sem einhver getur bara dritað yfir í rauninni tilvistarrétt annars fólk sem viðurkenndur í okkar eigin lögum. Þannig að það finnst mér og enn og aftur á ábyrgð RÚV sem bregst. Akkurat. En þú talar það einmitt í greininni, þetta með populisman, það ekki orðin þeirra og eins og þú varst að segja með Snorra, það ekki orðin beint. Það sem hann segir, heldur, þetta svona, þetta bara einkenni af einhverju miklu stærra. Getur útskýrt aðeins fyrir okkur hvað átt við með því? Já, þetta það sama og náttúrulega var í Bandaríkjunum. Það var ekki þannig að fólk væri svo yfir sig hrifið af Trump að það kaus hann upp til hópa því að þeim fannst hann svo frábær og æðislegur og réttsýnn og allt það. Það ákveðin desperation í samfélagunum okkar í dag út af nýfrjálshyggjunni og neoliberalisma. Það það sem ég kem inn á. Þegar að bilið milli ríkra og fátækra sífellt að stækka og til dæmis bara laun hafa ekki haldið í við til dæmis kostnaðarliðin okkar. Þegar við sjáum fram á það að láglaunafólk nær ekki endur saman í auknum mæli, þá rosalega auðvelt fyrir pólitíkus náttúrulega að finna einhvern flöt og finna hennan blóraböggul sem þá annarkvort flóttamaðurinn eða transkonan eða þannig að reiðin sem þarna hjá fólki sem yfirleitt tengd einhverju, sko, þetta varðandi, fólk líður að það sé eitthvað óréttlæti. Og það í þessu tilfelli að mestu leyti náttúrulega efnahagsóréttlæti. Svo líka bara mjög hraðar breytingar í heiminum út af samfélagsmiðlum og annað sem að kannski, þú veist, hvítir miðaldra karlmenni og svolítið erfitt með að díla við út af fragílu egói. En ég vil helst meina að þetta sé yfirleitt tengt efnahagslegum þáttum að mestu leyti það sem þetta undir, að ég hef séð fólk vera á einmitt online að tala það að allt þetta flóttafólk sem að taka svo mikið frá þeim og
þetta svo auðvelt að nýta sér og þetta sé ég í Breitlandi með Nigel Farage, hann að kenna öllum sem flóttamönnum það hvernig miður hefur farið í Breitlandi, en auðvitað þannig að það eru ríkisstjórnarnir okkar sem eru, þú veist, það er bara staðreynd að ríkir borga ekki jafn mikið í skatt og þegar að 1950 og upp á 1950 þegar millistéttin óx og fólk hafði miklu meira á milli handana og við vorum að byggja upp þessa grunninnviði og velferðarsamfélagi, hvort sem það var hér eða í Breitlandi eða bara í Bandaríkjunum. Þannig að þó að það hafi nú aldrei verið eitthvað skandinavskt módel, en þá var óx millistéttin í Bandaríkjunum náttúrulega upp á 1950 og það var vegna þess að almennum gæðum var útdeilt og ríkir voru að borga miklu hærri skatta. Nú ekkert nema skatta undan ég meina það ekkert nema einhver allandsfélög, það er svo margar bókhaldsbrellur, fyrir utan það fjármagnstekjuskattur í 22%, af hverju ekki bara fólk að borga eins og þetta séu venjulega tekjur, ég meina það alls konar svona sem að, vegna þess að í rauninni þó að við höfum fengið einhver, kannski þú veist, 20.000 fólks til Íslands síðustu árin til þess að vinna, sem by the way fyrirhyggjuleysi stjórnvalda hafi nú ekki séð það fyrir. Við erum með stóran ferðamála iðnað sem að þarf vinnuafl, þannig að það var alveg fyrir sig að það myndi flytjast inn fullt af fólki til þess að vinna. Og þá, af hverju það þannig að fólkið kemur og að borga skatta? Allt þetta fólk sem að vinna á Íslandi að borga skatta á Íslandi. Kakan ætti samkvæmt því að vaxa og fjárfestingar í innviðunum okkar ættu að fara þar inn. En að einhverjum hluta vegna, þá eru allir okkar innviðir í mólum og það fyrirhyggjuleysi stjórnvalda sem hefur bara basically leitt til þess að við erum með húsnæðisskort, við erum með fólk, ég meina X-kynslóðin svo síðasta kynslóð sem hefur það svona gott, kynslóðin þar á eftir eiga bara ekki séns, það komast ekki á húsnæðismarkaðinn, þannig að það bullandi reiði í samfélaginu meðal ýmissa hópa sem finna sig bara allt í einu vera einhvern veginn jaðarsetta út af því að efnahagslega hafa þeir ekki jafn vel og fólki á undan þeim. Þannig að ég horfi bara á það, hvernig ætlum við, af því þetta vandamál og þetta ekki að fara í burtu. Við getum alveg gert ráð fyrir því í næstu kosningum að þá munum Miðflokkurinn, Sjálfarnir og kannski, þú veist, Þjóðernisflokkurinn munum bara fá frekar stóra kosningu. Og það spurningin þá, eins og til dæmis inn í Breitlandi, RÚV að fara að gefa til dæmis Snorra Másinni meira svigrúm og meiri athygli heldur en til dæmis fólki á miði eða vinstri kanti. Hérna í Breitlandi, bara sem dæmi, Nigel Farage hefur komið, ég held 35 sinnum fyrir í það sem heitir BBC Question Time, þetta svona, þú veist, stórt sjó þar sem við fá fólk inn og þetta er svona Silfur Egils eða Kastljós útgáfa einhver. 35 sinnum hefur Nigel Farage mætt í stúdíóið og fengið að viðra sínar frekar andlýðræðislegu hugmyndir, fasísku hugmyndir og andúga gagnvart flóttafólki, á meðan að Corbyn á vinstri kantinum hefur komið einu sinni í þáttinn. Og þetta minnir mig einmitt á Bandaríkin. Það var bara ekkert nema Trump. Fólk var að eyða öllu púðri í það að CNN, MSNBC sem er svona demokratasjónvarp, þeir eyddu öllu púðrinni að gagnrýna hann og hneykslast á honum. Hillary Clinton kallaði fylgjendur hans deplorables. En það ekki að fara að sko, fólk verður bara, það verður bara ennþá meira offors í orðræðinni þegar við erum ekkert að fara að ná þeim yfir með því að gagnrýna fólk og fordæma. Við verðum að horfa á orsökina fyrir því af hverju fólk, af hverju það að fara inn í þessa hugmyndafræði. Hvað það sem að við getum gert til þess að stíga, að hindra það að þessi hópur stækki og við horfum einfallega fram á næstu kosningar verði bara stór sigur Miðflokksins. En hvernig finnst þér þá í þessu ljósi, eins og segir að þú veist að gagnast ekki að fordæma hvorki Snorra né Trump eða fólki sem að einhvern veginn svona fylgir liði á baki þeirra. Hvernig finnst þér fjölmiðlum hafa tekist til með þetta í dag? Já, ég meina þarna, sko eins og ég segi, það munur á því að bara call them out, þú veist, að það þá að þeir bara verða að svara fyrir sig með einhverju staðreyndum. Að það sé ekki leyft eins og bara í Bandaríkjunum og reyndar í Brexit hérna, það bara heilu, sko, pólitíkus að gengust bara upp með það að geta bara logið hreinlega af fólki. Og þannig að okkar fjölmiðlar hljóta að þurfa að draga fólk til ábyrgðar þegar segir ekki, fer ekki rétt með staðreyndir. Þannig að það eitt. Númer 2 náttúrulega bara það þarf líka að auka
ábyrgð á samfélagsmiðlum, að fólk geti, og ég ekki að tala hér talfrelsis, af því þetta búið að vera líka einmitt í Bretlandi, þar sem að kona var sett í fangilsi fyrir það, hún var að agitera fyrir því að brenna fólk lifandi inn okkur hóteli, flóttamenn, og hún var að agitera fyrir þessu online og hún fór hérna í 2 ára fangilsi, mjög athyglisvert, og ég heldur að sá dómur hafi verið allt og þungur vegna þess að þetta, en það mér finnst samt sem áður, við verðum að fara að skoða orðræðina á netinu. Við verðum að fara að draga líka fólk til ábyrgðar á netinu. Þú getur ekki komið og verið bara með, þú veist, pjúra rasisma án þess að þú sér dregin einhvern veginn til ábyrgðar. Því að maður að taka eftir þessu meira og meira að fólk algjörlega unhinged á sumum að þessum vefsíðum hérna inn á Facebook, það sem eru Íslendingar og þetta mjög skeri að lesa þetta, vegna þess að það mun alltaf, ég hef alltaf sagt svona, þú veist, út frá öryggis sjónarhorni að þegar þú býr til þetta plattform og þú ýtir undir þetta hatur að þá er mjög, sko, það ekkert Guð forða okkur frá því að við fáum upp eitthvað svona Breivik atvik hérna eins og í Noregi. En það ábyrgð sem fylgir því þegar þú ert stjórnmálamaður, hvernig þú talar og hvernig þú notar orðræðina, og það líka ábyrgð samfélagsmiðlana og eftirlit að fylgjast með því hverjir eru að agitera jafnvel fyrir einhvers konar ofbeldi. Við þurfum að vera vakandi fyrir þessu. En eins og ég segi, mér finnst við verða að skoða rót vandans. Og rót vandans við erum að tala núna sko, við erum ekki að tala um sjúkdómum, við erum að tala um the symptoms, skilur. Við verðum að ráðast að rót vandans til þess ef við ætlum að eiga séns í það. Það til dæmis mjög mikilvægt einmitt að rétta við, nú var ríkisstjórnin að rétta við aðeins hlut hérna öryrkja. Það þarf að skoða þá sem eru verst settir í okkar samfélagi og það þarf að hlúa betur að þeim og það þarf að hlúa betur að börnum. Það þarf að setja upp prógram þar sem að við sko bara ítum undir þessa, og þetta alveg svo sem að gerast, en við þurfum að setja meiri pening í þetta, við þurfum að setja miklu meiri bara í forvarna starfsemi, þar sem að lögreglan vinnur einmitt inn í samfélögunum, þar sem við sjáum hlutina áður en þeir verða af einhverju, þú veist, meiri háttar atriði, því það svo auðvelt að líka að fá ungu kynslóðina inn á ranga braut, og svona ungur maður eins og Snorri Már, hann getur haft gríðarlega áhrif á unga drengja á Íslandi. Og hefur það nú þegar. Hann hefur það nefnilega nú þegar. Þetta barátta, sko. Já, það er margt í þessu, Helen. Ég þarf að fá að setja punkt hér. Það er næstu gestir komnir í hljóðver, en það er alltaf gaman að heyra í þér og þakka þér kærlega fyrir að svona, kötta krappið svolítið í umræðin í dag. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Og ég tók við, það meira hér handan við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum næst að ræða pólitík, við ætlum að ræða Pírata. Það er fundur framundan hjá þeim og ég kíkti á fundarboð og ég sé ekki betur en að það séu hugmyndir að taka upp embætti formanns og varaformanns. Hingaði mættur fyrrverandi þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Góðan sæl og blessaður. Góðan dag. Eru þið að hverfa frá hina svo kallaða flata strúktúr? Já, það er kannski áhugavert að þetta tillagan kemur loksins eða aftur til atkvæðagreiðslu. Þannig að við gert það áður og var það fellt mjög naumlega þegar þau þurfti aukin meirihluta. Þannig að það var meirihluti sem var sammála því en ekki nægilega mikill meirihluti.
En ég svona kannski í því hlutverki núna bara að vera svona aðeins einn af meðlimmunum sem að segja ég með smá reynslu sem að get kannski hjálpa til komið með einhver svona sjónarmið inn í þetta, en ég ekki að stýra neinu þarna og verð það ekki á næstunni allavega. En ertu til í að lýsa fyrir mér og hlustendum áhorfendur persónulegri skoðuninni á þessu? Já, sko, pólitík eins og hún í dag, almennt séð, kallar mjög á skýra sýn einstaklinga, ekki flokka. Og það að það sé einstaklingur sem að mæti og tali fyrir hönd flokksins rosalega sterk krafa og hefur verið undanfarið. Og við höfum við fundum alveg fyrir því í Pírötum núna á síðasta kjörtímabili að það var svona vöntun einhvern veginn á þeirri skýru rödd. Hver það var ekki sjálfgefið. Við reyndum að hafa þetta einmitt svona dreift fyrirkomulag. Og það tókst alveg ágætlega sko innan Pírata, en það tókst verr í samskiptum utan Pírata og við eins og fjölmiðla og þess áttar. Já. Þannig að ég skil sko til þess að kannski ná betri samskiptum við bara fólk og fjölmiðla og svoleiðis, að það sé sett upp einhvers konar hlutverk, samskipta hlutverk, formannshlutverk, hvað sem við vilt kalla það, til þess að sinna þeim málum. Ég hins vegar mjög anarkískur, þannig að ég vil svona flata strúktúrinn, en í slíkum flötum strúktúr þá alltaf skilgreind hlutverk. Þannig að vandinn sem ég sé við þetta að, þetta verður kannski kalla formannsembætti eða eitthvað svoleiðis, og því bara ætlað ákveðið hlutverk að sinna samskiptum fyrir hönd flokksins, en ekkert endilega vera formaður í þeim kannski samfélagslega skilningi sem að orðið gefur svona til kynna að þetta svo sem að ræður öllu. Þannig að það verður, ég sammála því að það þurfi hlutverkið, en það kemur ekki óvart að það myndi svona smitast yfir á það, þessi samfélagslega skilningur á hlutverkinu, orðinu formaður eða þess aftar, taki svona aðeins meira yfir kannski heldur en við höfum almennt séð viljað. Upp á flatastrúktúrinn að gera. Þannig að já, ég sammála því að það vantar ábyrgðina, að einhver axli ábyrgðina á alvöru hátt. Þannig að ég sammála því að það eigi að koma því upp. Það var nefnilega slæmt aðurinni flokksaðilega, flokksfélagar gáturinn ekki gefið þessa ábyrgð og þá tekið hana tilbaka. Heldur var það rauninni þingflokkurinn sem gerði það. Já. Og það var pínu svona ankannalegt. Það var ekki beint, sem sagt, bein ábyrgð sem að þá formaðurinn sem að þingflokkurinn valdi svaraði fyrir gagnvart félögum. Það frekar óþjált. Það þarf að brúa það einhvern veginn, hvernig sem það voru gert. Ef tímarnir hafa breyst, hvenær Píratar aftur stofnaðir? 2012. Já. Ef tímarnir hafa breyst að það sé svona meiri krafumda núna en áður, hvað liggur að baki þess? Er það bara skoðun þín að fjölmiðlar og þetta samfélagsmiðla umhverfi hafi meir það að segja? Nei, ég held að það sé í árangur annara flokksleiðtoga og ekki bara hérna á Íslandi heldur svona almennt séð einhvern veginn hefur verið svona bylgja þessa sjarma formanns af þessu leyti. Sterka formanns sem að ræður allt og öllu. Náðarvald viðkomandi. Já, einhver einstaklingur innan hreyfingarinnar sem hefur bara fengið áskorðað traust til þess að leiða flokkinn. Og það allir bara já og amen við öllu sem að formaðurinn gerir sama hvað gert einhvern veginn. Af því að fólk skilur það að ef að það glatar í þessum formanni sem að hefur
persónulegt traust gagnvart almenningi, að þá fær flokkurinn ekkert eins mikið fylgi. Það frekar augljóst svona af ýmsu eins og með Vinstri græn og svo framvegis, með það fór. Og í rauninni var það í Sjálfstæðisflokknum líka. Það í Miðflokknum alveg tímalaust. Þetta víða, Trump svona líka og þú veist, það eru persónulega fylgi leiðtogan sem að skiptir þarna máli. Mun meira máli heldur en fylgi við flokkinn sjálfan. Og kannski persónulega orðræða tiltekna þingmenn á köflum að þeir hafi burði núna til að staka mjög mikið pláss. Man verður að hugsa til að þú nefnir Miðflokkinn. Man verður að hugsa til áhrifavald Snorra Mássonar. Að nú bara ekki rætt neinn annan þingmann en hann. Það bara mjög óhollt. Hvort sem það jákvætt eða neikvætt skilur, hvort sem að viðkomandi leiðtogi í rauninni mjög jákvætt drífandi einstaklingur eða ekki. Þá það óhollt í rauninni að við látum allt hverfast bara persónuna. Því að samfélagið miklu, miklu stærra og flóknara heldur en ein persóna getur í rauninni svona náð utanum og borið ábyrgð á. Við þurfum að gera þetta saman sem samfélag. Og að treysta einhvern veginn á að bara einn aðili viti allt og geti allt og svoleiðis bara, það einhvers konar tálsýn. Já. Þú nefndir áðan að það hefði áður komið fram til þetta að hún hefði verið samþykkt með meirihluta en ekki nægilega miklu meirihluta til þess að hún fór í gegn. Langt síðan þetta var? Já, það eru nokkur ár. Já. Alveg 2 kjörtímabil eða eitthvað. Hvað sem það þýðir í íslenskri pólitík. Já. Sko, ég var aðeins að svona googla og undirbúa þetta viðtal við þig. Ég man til dæmis eftir því að ég sá það Ásta Guðrún Helgadóttir á sín tíma þá sagði hún af sér embætti, var hún ekki þingflokksformanns? Jú. Já, vegna þess að hún sagði að veri ágreiningur hlutverk þingflokksformannsins og hún var í hópi þeirra sem á sínum tíma í rauninni gagnrýndi þennan flata strúktúr. Já, kannski hlutverkaleysið mitt. Það vantar þessa stöðu. Já. Það vantar stöðuna sem að flokksfélagar getur unni leitað til upp á að vera svona þessi kannski brú á milli þess hvernig pólitíska starfið fer fram, ber ábyrgð á því runni sko þvert yfir þá sveitarstjórnarstig og þingi. Á móti í rauninni þessum sem að gefið umboð til þess að sinna því starfi. Því að sko fólkið sem þarna í sveitarstjórnum og þingi með persónulegt umboð kjósenda. Það í rauninni veit ekkert eða getur ekkert sagt neitt sérstaklega annað heldur en bara út frá eigin samvisku hvernig það á að sinna sínu starfi. Og gerir það þá bara á eigin forsendum kannski að vera að spjalla við félagsmenn og út frá stefnu flokksins og svo framvegis. En það engin bein tengsl í rauninni á milli almennara félagsmanna sem vantarlega kusu allir sem flokkin, en það voru mun fleiri sem kusu flokkin heldur en eru kannski bara skráðir í flokkin. Þannig að kjörnir fulltrúar bera ábyrgð til allara kjósenda í leynilegum kosningum sem við vita þá eru ekkert hverjir eru upp, bera bara ábyrgð til almennings. Og þá upp á pólitísku sínuna gagnvart stefnunni sem að félagsmenn sérstaklega samþykkja. Vantar svona betri svona hnitmiðri samskipti upp á ábyrgð að gera. Til þess að fólk sem þá í grasrótinni geta sagt þessar ákvarðanir sem þau eru að taka í þingflokknum, jafnvel þó það passi við stefnuna almennt eða sé einhver skref í áttina ásvegis, bara við erum ekki sammála að útfærslan sé rétt og viljum kalla fólk á teppið. Og þá nærtækast að sko grípa með til einhver sem með pólitíska ábyrgð, pólitíska vald frá sko grasrót flokksins. En að sjálfsögðu síðan einstaka þingmenn bara með sitt sjálfstæða umboð og starfa samkvæmt sinni sannfæringu eins og segir í stjórnarskrá. Þannig að þessa dýnamík einhvern veginn svona hann vantar. Svona af því að samskipti eru mjög persónuleg eins og
og eru þannig í pólitíkinu núna að það erfitt að leita til allra þingmannanna og sveitarstjórnarfulltrúanna að spyrja hver stefna Pírata sé. Ef þú gengur á línuna að þá hafa mismunandi þingmenn áhuga á mismunandi málum, eðlilega. Og svara kannski bara út frá sinni persónulegu skoðun, sinni persónulegu sannfæringu. En ekki endilega sem sagt einhverja sameiginlega pólitíska sýn sko grasrótar, þá samþykkt stefnu og Pírata. Af því að stefna almennt séð samþykkt á pínleiti svona breiðum grundvelli. Og þegar það kom upp mál sem að þarf að ákveða, hvaða ákvörðun á að taka, að þá getur vel verið að útfærslan sé ekki að skapi grasrótar, þó að það sé innan þeirra marka, að þá getur verið að það sé, ég vil engar þetta svona en ekki hins. Það var gott dæmi til dæmis birtingu álagningarseðla. Þar stefnan í rauninni að við virðum friðhelgi einkalífs, en við erum líka, þetta líka þessi opinbera samfélagslega ábyrgð. Þannig að þá eru sumir innan þingflokksins sem vildu nýta friðhelgis vinkilinn til þess að koma í veg fyrir að álagningarseðlar væru aðgengilegir. Það var rétt út frá stefnunni, meðan grasrótin var almennt þeirra skoðunar að nei, þetta eitthvað sem varðar okkur öll sem samfélag og við þurfum að vera hreinskýlinga hverju öðru hvernig við erum að greiða skatta á svo framvegis. Og í samræðum við grasrót þá var það ofan á. Það hefði kannski verið einfaldara ef það hefði bara verið að ganga til einhvers eins sem að sér þessi samskipti. Já, og maður líka stundu velti fyrir sér að það kemur upp mjög óþægilegt, erfitt og svona snöggt mál innan flokks að það náttúrulega meiri skilvirkni fólkin í því að vera með einhverja toppa sem hafa umboð til þess að bregðast hratt við. Já, alveg rétt. Hafið einhvern veginn tapað á því að mál hafa svona dregist aðeins að komið upp einhverjar illdeilur, væringar, atvik og... Já, sko við meðal annars náttúrulega í kringum bara það hvernig svona Björt framtíð sleit stjórnarsamstarfið, þá var ákveðin svona ákveðið vantraust gagnvart Pírötum út af þessu beina lýðræði sem við varum að stunda að einhvern veginn bara meðlimir grasrótar, meðlimir Píröta, getur bara komið með tillögu inn í atkvæðagreiðslukerfið að slíta ríkisstjórn og það bara samþykkt og yrði þingflokkurinn að gera það. Í kjölfarið leiðréttum hvernig það náttúrulega virkar að skrifa undir samstarfssamning að það gildir út kjörtímabil. Þannig að það ekki hægt að koma einhvern veginn og rifta honum á meðan það í gangi frá grasróta, því að grasróta þegar búin að samþykja þann samstarfssamning, búin að samþykja nút og svo lengi sem að vera að vinna samkvæmt honum, þá er það bara þannig. Þannig að þetta ræða hvort að fólk sé að fylgja honum eða ekki, það er önnur umræða þar til hliðar, en veldur því að það ekki hægt að koma inn og bara slíta, þetta bara búið, þið verðið að gera það. Af því aftur að fulltrúar eru með almennt umboð kjósenda en ekki bara umboð þeirra sem eru skráðir í flokkinn. Þannig að við þurftum á tímabili að bæta við svona flýti aðferð í gegnum kosningakerfið til þess að geta brugðist aðeins hraðar við ef að flokkurinn þurfti að svara einhverju. En almennt séð að þá höfum við verið með þannig þumalputta reglu að þegar það þarf að taka skyndi ákvörðun að þá er hún bara tekin og þau sem eru í þeirri aðstöðu til þess að taka hana að þau bera bara ábyrgð á þeirri ákvörðun í því á þeim tíma. Síðan svo ákvörðun tekin í víðara samtali og þá metið hvort að það þurfi að snúa ákvörðunni við
eða hvort að í framtíðinni þá þurfum við að ákveða þetta einhvern veginn öðruvísi. Það er bara eðlilegt, hvort það sé hægt að snúa ákvörðunni við ekki bara annað og þá metur fólk bara það hvort það var eðlilegt hvort það var svo slæm ákvörðun að viðkomandi þarf í alveg að bera ábyrgð á því, bara pólitísið eða ekki, eða hvort það var skiljanlegt í aðstæðunum að þessi ákvörðun hafi verið tekin og svo til framtíðar ætlum við þá að leiðir þetta stefna þannig að sama ákvörðun eða sami mistök verða þá ekki gerð. Þannig að, já, það er það sem að, ég hef upplifað nefnilega rosalega mikið að, tímaþröng notuð gríðarlega mikið sem svona pólitískt þrýstitól. Það er að segja að það koma þarna, stjórnarflokkarnir eða eitthvað svoleiðis, koma að segja, við verðum að taka, þessa ákvörðun, við erum að bara fara að klára þetta mál núna bara í dag. Og það er bara, ekki okkar vandamál að þið eru tímaþröng. Og það var alltaf hlutverk okkar svona undanförnum, árum, einhvern veginn í stjórnarandstöðu bara, að þetta nota sem valdatæki. Þetta gerir það verkum að flokkar hafa ekki tíma til þess að fara til sinna grasrótar eða í víðara svona samtal með almenningi möguleikana í stöðinni. Og það notað sem afsökun að það sé tímaþröng og þá geta viðkomandi flokkar sem að jafnvel vita þessi að taka ekki góðar ákvarðanir en vilja gera það út af einhverjum hagsmunum eða hvaða ástæður sem það eru. Þá geta þeir afsakað sig með, það var ekki tími til þess að tala við víðari hóp til þess að leita ráða eða eitthvað svoleiðis, leita dómgreindar. Og það bara, þessi ákvörðun tekinu bara að verðum að sætta okkur við það. En þannig pólitík þurfum við að vinna gegn. Og að sjálfsögðu líka vinna hlutan á skilvirkan átt. En að passa það að það sé ekki verið að sneiða fram hjá eðlilegu lýðræðislegu ferli með því að vísa einhvern veginn í tímaþröng sem bara tilbúin tímaþröng. Já. Ég sé líka að á þessum aðalfundi þá þú þarft að mæta. Þú getur ekki verið á fjarfundi og greitt atkvæði. Einmitt. Og svona maður aðeins að velta þið fyrir sér að Píratar voru þessi flokkur sem var mjög tengdur internetinu og rafrænu lausnum og þeir voru með aðeins öðruvísi kosningakerfi eru kannski ennþá með. Mikilvægt. Og svona, já, einhvern tímann var slagorðið ykkar að reload eða endurræsa Ísland, já. Endurræsa Ísland. Við erum prófað að slökkva og kveikja aftur. Það svona hugmyndin í rauninni. Bara svona, nú er verið að tala að hvað eru jafnar líkur á að myndur telja að það verði kosið, að það verði varaformaður og formaður í framtíðinni? Það er góð spurning, Allavega einhverja líkur. Það eru einhverja líkur allavega með að við niðurstöðu síðustu kosningana, síðustu atkvæðagreiðslu í þessu. Já, og ef við svona leikum okkur aðeins að því kannski að blanda saman skyldum eða óskyldum hlutum, þetta alltaf með þessa breytingu menningarbreytingu að nú þarf þetta að mæta á staðinn til þess að greiða atkvæði, getur ekki gert það í gegnum internetið og við erum að tala þarna skref sem svona maður veltir aðeins fyrir sér hvað stendur eftir? Það er sem sagt lýðræðið er gott auglítið til auglítis, finnst mér svona, þannig að það er ekki alveg loku fyrir það skotið að fólk sem getur ekki mætt getur ekki kosið, fólk getur veitt umboð fyrir atkvæði sín. Þannig að það er svona búið að dekka það. Og það hefur alveg verið svona ákveðin andstaða við kosningakerfið sjálft eins og það er útfært. Við höfum notað ákveðina svona forgangsröðuna kosningu sem að fólk hefur ekki alveg skilið rétt því miður og út af því að það hefur ekki skilið kosningakerfið á réttan hátt að þá hefur það reynt að misnota það. Hvernig? Með því að smala og svo framvegis og lobbya fyrir því að þessi séu kosnir og þessi séu settur í neðsta sæti og eitthvað svoleiðis. Og mér finnst það mjög hjákátlegt í rauninni. Kosningakerfið virkar ekki alveg þannig. Þetta er ekki svona talning í fyrsta og annað og þriðja sæti. Þetta er forgangsröðun. Sá sem er
sá sigrar sem oftast valinn fram yfir alla aðra, þá skiptir í rauninni engu máli þegar það verið að velja á milli sko, sem sagt, tveggja einstaklingi raunni þegar kannski 10 er í framboði, hvort að sá sem að sem sagt, þú hefur áhuga á að sigri, hvort þú raðar honum sem sagt, ekki, mótherjónum í rauninni í annað eða 10. sæti. Hann þá raðaður fyrir neðan þann sem að þú hefur helstan áhuga á að sigri. Og þá á þínum kjörseðili vinnur sá alltaf á móti mótherjunum, algjörlega óháð því hérna, óháð hinu. Í svona flækindum og þegar það svona ákveðna jafnastöður og slis, þá getur innri röðun haft smá áhrif. Það bara tæknilega pínu flókið og tæknilega eiginlega ómögulegt að giska á það fyrirfram. Já. En fólk telur sig einhvern veginn geta gert það og út af því hefur myndast ákveðið rifrildi einmitt miskilning á því hvernig fyrirkomulega virkar. Þannig að ég viðurkenni að ég meina það ekkert einfalt, þetta alveg flókið. Þetta ákveðið flæðiritt og svoleiðis sem að fyrir út í tölunafræðina í þessu. En eru það að fara endur hlaða svona áherslumál í sambandi við hvernig þið hugsið ykkar einingu, ykkar flokk, ykkar hreyfingu sko af því ég nefni þetta tvennt, internetið og skort á strúktúr að eru það verða núna eins og hver annar hefðbundin stjórnmálaflokkur? Ég hef ekki hugmynd það, af því að ég einungis núna bara í því hlutverki að hafa haft ákveðna reynslu af því sem hvernig þetta hefur verið. Já. Og ef fólk hefur áhuga á að heyra eitthvað þá reynslu, þá get ég alveg talað um það. Já. En ég er ekki í virku starfi við að sinna því hvernig á að byggja þetta upp til framtíðar og taka ákvarðanir um það. Þannig að ég hef ekki hugmynd það. Kemur bara ljós á þessum fundi vantarlega, hvað fólk sem í núverandi stjórnum hefur plön á að gera. Já. Sko þið eruð náttúrulega, getum við sagt að þið séu valda minni en mjög langt skeið. Vissulega. Já. Og sumir sakna ykkar af Alþingi og það maður svona veltir fyrir sér fer flokkur í öðruvísi endurskoðun og starfar hann eftir ólíkum hugmyndum þegar hann eins valdalítill og raun ber vitni núna en ef þið hefðu bara siglt lignan sjó og væri með nokkra þingmenn á Alþingi og að ekki orðið þessar deilur sem að urðu þarna sem að eflaust kostuðu töluvert atkvæði. Hvernig metur það? Sko, persónulega þá hef ég alltaf skoðað kosningakerfið daldið á undanförnum kosningum og ég held að í síðustu skoðanakönnun sem var birta þá þessi svoköldu dauðu atkvæði rétt rúmlega 9%. Og ég persónulega á þeim stað að þeir flokkar eigi að einbeita sér að því að fá aðra flokka sem eru í stöðu til þess að breyta hlutunum til þess að laga þetta blessaða kosningakerfi. Já. Og einfaldlega ekki bjóða fram. Ekki bjóða fram? Nei. Þannig að þessi 9,1% fái fulltrúa. Ertu að tala VG, Pírata, Sósíalista? Já. Þessa þrjá flokka? Já. Það mín persónulega skoðun okkur eins og vandinn að... Hvernig myndir þú tryggja að raddirnar... Já, það nefnilega gríðarlega flókið því að flokkan hingað til hafa ekki eftir neinn áhuga á að búa til sanngjarnt kosningakerfi, laga til dæmis 5% röskuldin. Þannig að það verður alveg nægilega flókið meira þess að þegar við vorum inn á þingi. Það var ekkert hægt að fá nýtt til þess að hlusta og það verið gáfulegt að fara í slíkar breytingar. Lögum bæði Viðreisn og Píratar saman lögum fram breytingartillögur svona jöfnun á breytingu
jöfnunarþingmennuna, hann myndi vera aðeins minna affall hvað það varðar, en 5% reglan þvælist fyrir. Ég var með tillögu að þetta væri öðruvísi reiknað út til þess að tryggja það í rauninni að hlutfall á landsvísu, hlutfall atkvæða á landsvísu myndi þýða sama eða nánast sama hlutfall á þingi. Mér finnst algjörlega nauðsynlegt að ná því og ég veit það bara að allavega þessir 3 flokkar hafa svona meiri áhuga á því að lýðræðið sé svona jafnara heldur en sumir aðrir flokkar sem eru á þingi. Þannig að með því að vera utan og vera þessi 9,1% dauðra atkvæða að þá erum við rauninni að koma í veg fyrir að breytingarna geti gerst frekar heldur en að hjálpa þeim. En mætti ekki líka hugsa sér að þessi hópur gæti náð vopnum sínum og náð ítökum sem annars það ekki bara með því að saminast? Nei, ekki séns. Það ekki séns? Nei. Hvers vegna ekki? Það eru til að byrja með pólitíska hugmyndafræði ólík milli þessara 3 flokka. Þó að markmiðin, og mér finnst þetta mjög áhugaður, rauninni markmið allra flokka eru þau sömu. Að reyna svona í orði, þó að það sé aðeins mismunandi í borði, svona einstakka málum, þá skína stundum sumir hagsmunir aðeins meira í gegn heldur en almannahagsmunir því miður. En allir flokkar segjast hafa sömu markmið að ná góðum árangur fyrir land og þjóð. Fólk hefur mismunandi skoðanir á því hvernig á að gera það og þar skiptumst við svona alla jafna upp í þetta klassíska hægri og vinstri. Já, Píratar hafa svona aðeins minni trú á ríkisafskiptum heldur en VG og sósíalistar. Já, og ég allavega hef nánast enga trú á þessari polariseringu sem birtist í hægri og vinstri af því að báðir aðilar þarna í því rifrildi hafa rétt fyrir sér sömu hluti og báðir aðilar hafa rangt fyrir sér sömu hluti. Hægri menn til dæmis segja engin ríkisrekstur í samkeppnis umhverfi. Það bull. Auðvitað má ríkið vera með einhvers konar eins og samfélagsbanka eða eitthvað því líkt. Og síðan á það vinstra megin þá einhvern veginn þá á ríkið að taka yfir þeim meira því betra eftir því sem þú fer lengra til vinstri sem líka bull. Fólk, ég segi oft til dæmis varðandi heilbrigðiskerfi sem að fólk vil almennt sé í samfélagslegum rekstri, skil það mjög vel og alveg sammála því. En á sama tíma þá segi ég líka að einhver sem að mentar sig sem einhvers konar heilbrigðis starfsmaður, af hverju hann rauninni skyldaður til þess þá að vera ríkisstarfsmaður til að geta sinnt sinni menntun. Ég fatta það ekki, Nei. Þannig að þetta, til þess að sigra í kosningum, að þá þarf það að sannfæra fólk þitt ágæti. Og þegar allir eru að tala með rauninni sama sömu hugmyndafræðina að þá mjög erfitt að skera úr það hver hefur best og réttast fyrir sér eða eitthvað því líkt. Þannig að þú vilt þá skera þig aðeins frá hópnum. Og þá kannski talar þú fyrir aðeins meiri hægrivæðingu heldur en rauninni hollt fyrir samfélag. En þú skerði úr og þar alveg endi jafnvel færðu meiri athygli og nær þá fleiri atkvæðum og sigrar. Eða þá náttúrulega kemur það í hináttina og einhver talar fyrir þá meiri vinstri sinnuðum eða meiri svona authoritarianism eða meiri frjálslyndi eða ýmislegt svoleiðis. Þannig að hvatinn til þess að sigra í kosningum að skera sig í raun út frá því sem að almennt séð væri bara lógísk leið til þess að reka samfélagið. Þannig að þú hefur enga trú á því að Svandís Svavars og Sanna og einhver svona hópur af fólki úr ólíkum flokkum myndi með sér bandalag annarkvort fyrir sveitarstjórnarkosningar eða þingkosningar. Það getur vel verið að þau gerir það en það er ekkert að fara að virka. Það er ekkert að fara að virka? Nei.
Nei. Ekki sko, þú veist, jú, kannski náðu einhverjum aðkvæðum, einhverjum fulltrúum og svoleiðis og þeim finnst það að vera að virka, en það virkar ekki fyrir samfélagið. Ekki fyrir samfélagið. Við erum ennþá í þessari polariseringu sem að drepa okkur og þar rauninni þessi lýðræðislega samkeppni einhvern veginn sem á að vera rosalega málefnalega og svoleiðis, hún það bara ekki. Talandi polariseringu og breytingar á polariseringu að jafn lengi og ég hef starfað í blaðamennsku sem margir áratugir, þá höfum við blaðamenn náttúrulega svolítið litið á valdaflokkana 2 sem álmu og hún kannski polariseraðist einhverju leiti alltaf frá hinum flokkunum. En nú erum við bara að tala það að sjálfstæðisflokkurinn í gríðarlegu ströggli, Framsóknarflokkurinn að þurrkast út. Já. Við þurfum þetta tímabundið eða þurfum við að fara að hugsa allt okkar svona pólitíska landslag upp á nýtt? Hvernig metur það? Hefur haft tíma til þess að velta þessu fyrir? Já, það væri óskandi ef að við gætum hugsað þetta pólitíska landslag upp á nýtt, sko, en vandinn að til þess að breyta því, þá þurfa þessi flokkar að breyta því. Þeir hafa engan áhuga á að breyta því. Jafnvel, sko, ég veit að sjálfstæðisflokkurinn var í síðustu kjörtímabili að tala raun að gera kerfið verra með því að fara meiri áttina einstaklings kjördæmum sem er gjörsamlega glatað. Það býr til meiri skekki á milli þeirra sem eru kostnir og þeir sem, hvernig eru kostnir, hlutfall og þess að hvaða hlutfall og þingstyrks hlutfall. Það verða líka til nýjar skyldur hjá þeim flokkum sem að núna eru til dæmis að mælast sterkir í skoðanakönnunum og hafa völdin í ríkisstjórn. Já, algjörlega, og það að draga út úr þeim svör við þessum augljósu vandamálum, til dæmis bara lýðræðishallan, varðandi dauðaatkvæðin til dæmis eða misræmi á milli kjördæma eða bara, þú veist, heildaratkvæðamagn við heildarstyrka á þingi virðist einhvern veginn vera alveg ómögulegt. Það er ekki hægt, sko. Þetta hefur verið þróundaldið að pólitíkusar hafa verið afskaplega góðir, orðið afskaplega færir í að svara kannski svona spurningum sem þeir hafa rauninni engan áhuga á að gera neitt í á mjög diplomatískan hátt. Hljómar eins og mjög miklar ágjör af þessu, við erum að gera eitthvað í svo blá, svo gerist aldrei neitt. Og hvað var það, þú veist, að halda? Þannig að það er fyrsta svona hindrunin sem það þarf að komast yfir, að fá fólk til að segja í alvörunni að það hafi ágjör af þessu og sýni það í verki hvernig það ætla að leysa vandamálið. Þú sér engar augljósar lýðræðis umbætur fylgja breyttum valdhöfum Nei, ekki ennþá. Það ekki þannig. Nei. Ég veit að sem segir svo núverandi forsætisráðherra, henni hrósað svona af ýmsum pólitískum haugum að kunna að þegja, að vita hvenær eigi ekki að svara spurningum og svara þess, til dæmis. Mér finnst það ekki vera jákvætt hrós en ég skil það af því að það skilar árangri. Eru líkur á því að Samfylkingin og Viðreisn tilengi sér sið í gömlu valdaflokkana? Auðvitað. Það hjólfarið einhvern veginn sem að pólitíkin eru svakalega djúp. Svakalega djúp. Og ég sé engan möguleika á því að nokkuð verði lagað í grundvallaratriðum. Núna var þessu kjarnorku úrræði beitt í sumar og það er verið að boða einhverjar breytingar á því hvernig á að fara með þetta og þetta er svona innan þings þvaður fyrir allt kemur til alls. Ég skal glaður ég dóni með orðin ef að koma einhverja gaggerar breytingar tillögur þegar að því kemur en spá mín er svo að þetta verði bara yfirborðs tillögur. Vilji til aukinna útgjalda í varnarmálum? Værir þið að rífast við Þorgerði Katrínu og Kristrúnu Frostadóttur í ræðustól
þegar þing kemur saman eftir nokkra daga, að þú værir enn á þingi og værir að vara við því eða hvað stendur gagnvart því? Ekkert endilega, sko, það fer algjörlega eftir því hvað á að gera við peningin. Því að það eru alveg, sko, brýn varnarmál sem að þarf að sinna hérna á Íslandi og bara í alþjóðlegu samstarfi að nýta þann, sem sagt, það fjármagna á skynsaman hátt og taka ekki til sín, sem sagt, stærri bita heldur en þú getur gleypt, líka mikilvægt. Þannig að segja, sem sagt, meira fjármagn til varnarmála, þá getur maður til dæmis mjög auðvitað sagt að Landhelgisgæslan hafi verið vanfjármögnuð miðað við metnað og markmið. Það að segja að Landhelgisgæslan hefur sett ákveðið markmið fjölda, sem sagt, öryggisferða og sem sagt, skönnunarleiðangra og ýmislegt svoleiðis með flugvél og þess háttar, sem að við vitum bara að það kostar ákveðið. Ef við kvittum upp á, já, þetta svona ákveðið viðmið sem að þurfta að sinna, af því að við vitum að það koma beiðnir erlendis frá að það sást eitthvað á gerfinetti einhvers staðar í sjónum og þá þarf að fljúga yfir þess að ná betri og þú veist, þetta er bara ákveðin meðaltala á hverju ári sem þarf að sinna því. Flugvélin hins vegar einhvers staðar út í löndum. Þannig að hún sinnir því ekki og þá kunni henni ekki borgað fyrir það eða það var ekki fjármagn til þess að sinna því. Þannig að ég sé það alveg að það fjármagn til dæmis væri skortur á því og ef að það væri farið að sinna einmitt bara bæði björgunarstarfi jafnvel og Landhelgisgæslu á alvöru hátt, þá myndi ég alveg kvitta undir, já, ég skil að þetta kosti þetta mikið og til ég að styðja það. En ýmislegt annað sem ég var ekki til ég að styðja, svo sem. Þannig að maður verður alltaf að spyrja til hvert innihald þess sem verið að gera. Því að pólitíkin afskaplega yfirborðskennd. En ef ég þvæli þér í enn eina umræðinu núna svona í ljósi reynsluðinnar og ferils þetta til dæmis þetta skrif Guðrúnar Hafsteinsdóttur að velja Ólaf Adolfsson sem þingflokksformann og Hildur Sverrisdóttur Víkur. Hvernig sér þú þetta? Þetta er í alvörinu rosalega áhugavert. Það ekki? Jú, það sér það í rauninni enginn kannski utanfrá nema að skilja hvernig pólitíkin inn á þingi virkar. Þingflokksformenn sjá í rauninni það að svona ræða við forseta dagskrá þingsins, skipuleggja störf þingsins svona næstu vikunar og svo framvegis og er rauninni einstaka þingfundi. Í praxís það náttúrulega bara þannig að forseti leggur fram svona á þetta vera og þingflokksformenn kvappa það hvernig að útfæra hitt og þetta eða biðjum geti forsætisráðherra að koma hérna og komið í umræðu þetta mál sem er eitthvað akút og svo framvegis og þá er reynt að redda því og svo framvegis. Í grundvallar atriðum samt að þá snýst þetta þau mál sem að þingið á að afgreiða. Það eru ríkisstjórnarmál og þingmannamál. Og þingmannamál eru eiginlega bara stjórnarandstöðumál. Af því að ríkisstjórnarmálin eru þingmannamál ráðherrana sem að þau leggja þá fram sem ráðherrar í ríkisstjórn. Þannig að allavega. Og það er að einhverju leyti skiljanlegt að ríkisstjórnarmál fái forgang bæði inn í umræðu í þingi og í nefndum. En á sama tíma eru svona málsmeðhöndlunar reglurnar sem verða einstaklega nördalegur á þann hátt að framsögumenn mála málinni númeraröð það er eitt, þannig að fólk sendir inn hérna er málið mitt og þegar bara kemur að því í númeraröðinni þá á að þumalputtaregluna þá á að mæla fyrir því fyrst en nýrri ríkisstjórnarmál eru oft tekin framfyrir, skiljanlega, það er bara í krafti meirihlutans að ákveða það. En allavega þegar stundum gerir það verkum og það er ekkert ríkisstjórnarmál
eða það búið að taka öll umræðu, þau eru allir í nefndum eða eitthvað svoleiðis og ekkert ríkisstjórnarmál sem til staðar og þá kemur bara fyrsta þingmannamálið í umræðu. Það klárast og fer í nefnd líka. Og þar tekum við sama sem sagt endurröðun á málum, ríkisstjórnarmálum fyrst og svo sem sagt þingmannamálin. Og þarna kemur þetta sem sagt deyja í nefnd dótið. Framsögumaður hvers máls inn í nefnd á í rauninni að segja, þetta mitt mál sem ég ætla að koma í gegnum nefndina og ég legg til að við fáum þessa gesti, þetta mikinn umræðu tíma í nefndum og svo þegar það klárast að þá leggur framsögumaður til að máli sé afgreitt úr nefnd með því að leggja fram dröga nefndaráliti eða eitthvað svoleiðis. Máli kemst aldrei það langt. Yfirleitt það svo lélegt með þessi að flestir í stjórnarandstöðinni, framsögumenn, legg ekki einu sinni tillögu til formanns það hvernig eigi að afgreiða málið. Og bara ætlast til þess að formaðurinn bara setji málið á dagskrá og vinni alla vinnuna fyrir þau. Og hvernig kemur þessu heim við Ólaf eða Hildi? Já, þetta er alltaf koma. Því að sérstaklega þarna koma þarna eru samningaviðræðurnar að fá mál á dagskrá það snúa samningaviðræðurnar. Ríkisstjórnin segir, við ætlum bara að afgreiða ríkisstjórnarmál, þið í stjórnarmeirihlutanum, þið fáið ekki neitt. Bara 0 og nix, þó þau sem 49% atkvæða landsmanna, fáið bara ekki neitt. Þetta er meirihluta valdið á þingi. Ég veit að á síðasta kjörtímabili þá var þetta við Hildi einmitt að við erum alltaf tilbúin til þess að semja ræðutíma að sjálfsögðu. Og hún var alveg bara himinlífandi við því en náttúrulega bara það var bara ríkisstjórnarmálin. Ég sagði náttúrulega bara, nei það eru öll mál sem eru undir í því að sjálfsögðu. Og þau nefndu því ekkert. Þau veit ekki, til hvers að nenna að fara að semja einhvern veginn umræðutíma stjórnarandstöðumál bæði inn í þingsal og eða í nefndastarfinu þegar þú getur hvort þið bara komið upp fyrir að þau séu afgreitt. Þá verður stjórnarandstaðan að segja, þið ráðið ekki alveg svona miklu og eina úrræði sem stjórnarandstaðan hefur til þess að sýna að ríkisstjórnin ráðið ekki svona miklu að mæta ræðstof Alþingis. Og lítur Guðrún á Ólafur muni vinna þetta verkefni betur en Hildur hefði gert? Það verður áhugavert að sjá því að allavega voru þær skoðanir áður að þetta væri bara ríkisstjórnin og ríkisstjórnarmálin réðu. Núna hefur hann komin í stjórnarandstöðu rekstun á eigin veggi rauninni og ég veit alveg þetta voru sömu skoðanir innan samfélkingarinnar veit ég talaði við suma fyrrum þingmenn þar og eða sem sagt frá síðasta kjörtímabilim þetta er bara ríkisstjórnin og hún tekur bara sín mál í gegn þannig að þessi menning er enn til staðar að koma í veg fyrir að mál stjórnarandstöðunar komist í atkvæðagreiðslu. Af því að það er tiltölulega algengt að stjórnarandstaðan leggi fram mál sem að einhver ríkisstjórnarflokkur er sammála. Bara samkvæmt þeirra yfirlýstu stefnu. Og þá verður það rosalega vandræðilegt fyrir þann ríkisstjórnarflokk þegar að það mál kemst í atkvæðagreiðslu að þurfa að greiða atkvæða á móti því. Þegar að það væri þá gegn stefnunni þeirra. En það er alveg hægt að rökstyðja þá ýmsan hátt út frá ríkisstjórnarsáttmálanum. Það er verið að taka skrefjabel eða eitthvað svoleiðis í áttina að þessu og þetta kostar peninga og svoleiðis og það er alltaf þegar að snýst að peningum þá það er stærra mál í kringum fjárlög og svo framvegis. En þú sér þetta ekki bara einfallega þannig að Guðrún sé að kæfa niður uppreist sem hefði geta orðið og sé bara beita húsbóndavaldi? Nei, ekkert frekar það er bara klassísk svona apparat innan þeirra stóru flokka þarna og Ólafur segist alltaf að koma með einhver ný vinnubrögð ég laka til að sjá það í verki ég veit ekki alveg hvernig á að sinna því verki af því að eins og við segi eina leiðin fyrir stjórnarandstöðuna til þess að sýna ríkisstjórninni að hún ráði einhverju að sé með stuðning einhvers hluta almennings eða alltaf helming það er að mæta í ræðslu Alþingis og meðan ríkisstjórnin
er á þeirri skoðun að það eru bara ríkisstjórnarmál sem eiga afgreiða, að þá engin annar möguleiki í stöðinni. Það ekki hægt að vísa í þjóðaratkvæðagreiðslu eða neitt svoleiðis til þess að sko, þvinga mál í atkvæðagreiðslu og fá það bara svart á hvítu eða grænt á rauðu hérna, hver sannfæring, hvers þingmanns í hverju máli fyrir sig. Nefnir við þurfum að fara að ljúka þessu en hérna, mér langar aðeins svona að fara aftur núna í lokin til þess að skilja aðeins betur kannski þegar þú segir að það væri skynsamlegast að Píratar myndu ekki bjóða fram og Vinstri grænir myndu ekki bjóða fram og sósíalistar myndu ekki bjóða fram. Ef við skiljum rétt í og með til að mótmæla þessum þröskuldi, en myndi það ekki bara værur ekki bara að gefa hérna, flokkunum sem eru stærri og frekari fyrir á fæti bara gjafir með því hvert er hótunar elementið eða hvert er vogaraflið? Ég meina, ákveðin samvinna. Ef að skoðun svo að við viljum ná betra samfélagi, að þá leitum við náttúrulega til þeirra flokka sem eru kannski með svipaða skoðanir og gætu gert eitthvað í því. Já. Frekar heldur en að skera okkur frá og ná ekki þeim árangri. Með því að ná því samstarfi að þá værum við að gefa í rauninni 9%, við erum að 6 þingmenn sem að myndi þó sem sagt, í staðin fyrir að vera ekki á þingi vera viðbót hjá þeim flokkum sem að hafa þessa sömu skoðun. Og ertu vongóður í leiðinum að þetta myndi auka líkurnar á að þröskuldurinn yrði lækkaður eða? Já. Það væri í rauninni krafan að afnema 5%-regluna. Af því að hún er gölluð eins og í svona vísu mjög fjarlægum möguleika segjum að það veri 21 flokkur í framboði og allir flokkar myndi fá minna en 5% atkvæða, að þá engir jöfnunarþingmenn. Það er innbyggður galli í þessu. Ég ekki að segja að það er mjög ólíklegt að þetta gerist og líklega aldrei, en mér finnst bara svona gallar vera virkilega óþægilegir, alveg svakar óþægilegir. Og þau búa til þessa skekkju einhvern veginn. Þegar það er einn flokkur sem er rosalega stór eða einmitt svona margir sem að jafnvel margir jafniflokkar fara þá að missa út í rauninni bara því voru rétt á eftir. Já. Að þá geti þeir ekki fengið neitt jöfnunarmann bara einfaldlega af því það var aðrir flokkar sem voru með pínlítið meira fylgi verið búin að þurrka það til sín. Það er fullt af svona möguleikum sem að geta rauninni skemmt þetta kerfi alveg svakalega og búið til þetta ójafnvægi sem að við höfum séð í undanförnum kosningum. Það hafa verið ríkisstjórnir, til dæmis 2016-17 ríkisstjórnin sem að hefði í rauninni ekki átt að vera með meirihluta en hún flakkaði einn á milli í rauninni stjórnarandstöðuflokks og stjórnarflokks sem að ef það hefði verið réttartalið, bara upp á hlutfall að gera, þá hefði svo ríkisstjórn aldrei getað orðið. Og ég veist að bara það er nægt dæmi til þess að maður hendi þessu í ruslið og byrja upp á nýtt. Ekkert flóknar en það. Við það loka orðin. Kæra þakkir fyrir að fara hér víðan völl með mér, Björn Leví Gunnarsson. Og ekki fara langt, kæru hlustendur. Það verður meiri pólitík síðar í þættinum og annað efni. Við verðum hér aftur eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér ung kona, Sóley Lóa Smáradóttir, nemi og pislahöfundur.
Já, mætti segja. Já. það laust í símaskráni. Já, svo sannarlega. Þú skrifaði grein sem hefur farið víða, grein sem kom út á laugardagskvöldið og hún svona náði miklu flugi á sunnudaginn og í gær. Það sem þú ert að tala rasisma. Og þú talar fordóma bara frá fyrstu hendi, fordóma sem þú hefur orðið fyrir og svona veldur upp spurningunni hvers vegna í ósköpunum þetta svona í þessu samfélagi. Og þú talar líka svona, það sé ákveðni fordóma fyrir ungu fólki og svona fyrir því sem að þau hafa að segja og þið. Og hvernig hafa viðbrögðin við pislinum verið? Já, það bara ótrúlega mörg ummæli, bara svo góð og þetta virkilega hefur opnað augu fólks, sko, og það auðvitað bara sem ég langaði að gera en síðan einhvern veginn flæði svona yfir mann og ég gleymi að ég sé alvöru manneskja og það síðan að láta sjá mig á götunni. Þannig næstum eiginlega bara gera ég þetta svona í dulnefni. Já, ertu að lenda í, fólk svona að nepa í þig? Já, það alveg að gerast, sko. Það frábært. Já, og þetta hefur greinilega fólk að opna augundaldi og að sko, svona, hugsa núna tvisvar án að segir eitthvað því að það auðvitað ekkert, sko, það ekkert augljóst hvernig þessi rasismi kemur fram eins og ég sagði í greininni að spyrja svona hvaðan ertu í alvörunni skilur, ég sé mig ekkert annan nema Íslanding þannig, já það bara æðislegt hvernig fólk að taka þessu, finnst mér, sko. Og einmitt, og þú talar það greinin að það svona ýmsa birtingamyndir einmitt, eins og þetta sem þú segir, hvaðan ertu í alvörunni og svo þetta með íslenskuna, ég veit fyrir víst að þú talar betur íslensku en ég, allavega. og hefur gengið betur í íslensku í skóla heldur en flestu sem við þekkjum. Þannig að þetta eru svona smá áreiti, það ekki kallað það? Jú, akkurat, svona microaggression á ensku. Jú, ég hef orðið mikið fyrir því, sko, frekar en einhverju öðru, bara eitthvað svona, vera sótt í skólan og þá alltaf hvar alvöru mamma þinn og hvort að mamma sé að koma að sækja mig og ég held að bara mamma hérna, skilur, hvað, þetta bara mamma. Og ég mér finnst það svona furðulegt alltaf að fólk fatt ekki að ég sé ættleitt eða skilur ekkert bent furðulegt heldur bara svona að því mér finnst það svo sjálfsagt og að það sé hægt að vera ættleitt og þá að það sé dökk manneskja sem á hvíta foreldra því að ég hef alveg fengið þau ummæli sko að ég bara fara aftur til Afríku og ég svona ég þekki nú ekki neitt þar sko og síðan hugsa ég bara svona veistu ef einhver ætlar að vera reiður út í mig fyrir að vera hérna þá var bara að ræða við foreldra mína því að þau eru nú þetta sem sóttu mig en ef þú horfir á þau, þetta er nú bara venjulegstu Íslendingar sem þú getur fundið þannig þá er bara að stoppa mitt mál þar sko en hjá öðrum krökkum með þetta sem eru innflytjendur og foreldrarnir líka það eru þetta annar mál og þau mögulega lendi allt öðruvísi aðstæðum en ég en ég er mjög þakklátt að geta komið minni reynslu allavega út og opna augu flestra. Og þetta helst allt í hendur, við erum að finna og ég hef verið með marga gesti hérna við borðið sem að lýsa því mitt að það sé hafi margt breyst núna síðustu ár og það sé orðið meira og það sé orðið svona sýnilegra kannski áreiti og svona fordómar í garð brúnna og svartra og þeir sem hafa ekki íslensku móðumáli sem eru innflytjendur. Finnur þú fyrir þessari miklu breytingu? Er það ástæðan fyrir þú skrifar þetta eða er þetta bara ákvæmst að setja bara nefan í borðið bara nú er ég orðin 18 ára öll mín æska, hún var lítið af þessu nú ætla ég bara að fá að vera fullorðin kona í friði? Það var nú dálítið þannig sko, frekar en eitthvað annað ég ætlaði að gera enskuverkefni og opnaði bara nýtt skjal og byrjaði bara að skrifa niður hugleiðingar og þetta er einhvern veginn hvernig þetta kom út og ég er rosa glöð sko en að einhvern veginn já að krakkar sko séu líka krakkarnir séu að lesa þetta það skiptir mér miklu máli og eru krakkarnir að lesa þetta? Já, nefnilega. Ég fengi rosalega mörg ummæli af krakkum sem eru jafnaldra mínir. Frábært. Og eins og ég segi í greininni að þegar það talað fordóma eða rasisma eða bara einhvern veginn geðheilsu ungra barna þá eru þetta alltaf 50 karlar eða skilur eða einhverjar konur og þetta er alltaf bara Íslendingar og það tala ekki bara við krakkana. Bara
krakkarnir eru að lenda í þessu og þau gangi í skólan og eru bara með fyrstu sín á máli. Hví að tala við einhverja PhD gráðu manneski sem að fekk einhverja Oxford gráðu fyrir 30 árum, skilur við. En hefur samt aldrei reynt þetta á sínu alls ekki, nefnilega. Þannig, þegar ég skrifaði þetta, þá fannst mér ég vera einhvern veginn svona, mér fannst ég vera pínu svona að ryðja brautina fyrir þá sem hafa mögulega átt sem reynslu eða líður einhvern veginn, skilur eins og því einhvern staði því sem ég að segja. Vegna þess að það er frekar erfitt að koma þessu frá sér, skilur. Þetta er rosalega, þetta er mjög persónulegt, einhvern veginn. Þannig, það fá að koma þessu frá sér líka bara dýrmætt og að fólk taki vel í þetta, skilur. Það eru þetta. Já, og þú segir að þú skrifar þetta fyrir krakka ungt fólk sem hafa og eru í sömu stöðu og þú hafa lent í svona svip og eiga svipaða reynslu. En ég myndi segja að þetta er ekki síður pistill fyrir hitt fólkið, fyrir fullorðna hvíta fólkið sem að þarf að vera duglegri að svona leiðrétta sig sjálft. Því að ég held að það tók, bara ef ég tala fyrir mitt leyti, það tók mér rosalega langan tíma að fatta að við erum öll með innbyggðan rasisma og maður þarf að vera í svona stanslausri einhvern veginn svona sjálfsvinnu við að stoppa það og það er í rauninni sko, það er ekkert óeðlilegt í samfélaginu sem að við einhvern veginn fæðumst öll inn í að því að það er byggt svolítið upp á svona rasisma en við þurfum að vera mjög meðvituð það. Já. Og það eru þetta okkar forréttindi að geta það og vera meðvituð og vera í stanslausri endurmenntun og það áður ekki að þurfa þig til þess að opna augu okkar en þú gerðir það sannlega. Já, ég svona hef alveg sjálf þurft að passa mig sko eins og ef ég vitna aftur í greinina að ég sé dökkað utan en mjólkurhvíta innan og það er þetta bara það að ég er ættleidd 2007 og ég sett beint í hendur á hvítu fólki. Ég kem til Íslands, þar sem eru þetta bara megnis hvítir Íslendingar. Og ég ólst bara upp við það að vera í hvítri menningu sem að mér finnst ekkert að. Það er eins og, skilur, fólki finnst stundum að ég sé að kvarta yfir þessu. Og það er auðvitað ekki mín meining. Það eina sem ég vil er að opna auðvitað fyrir því hvað er að gerast í samfélaginu. Þetta er að gerast, sko. En ég held að fólk taki þessu dálítið sem árás. Bara eitthvað svona, heyrðu, þú kemur hingað í okkar land, hver er þú að segja að við séum ekki að standa okkur? Og þá horfi ég bara dálítið svona, heyrðu, ég er, skilur, sýnilega dökk, en afsakið, ef þú myndir setja mig fyrir aftan tjald eða spjald, þú gætir ekki vita hvernig ég er á litin meðan við hvernig ég tala. Það er ómögulegt að vita. Og það er ég ekkert að einhvern veginn sann að ég sé betri í íslensku en einhver annar maður en ég er bara staðfest þú talar mjög vandamál og þú talar um það í greinunum foreldrar þínir eru eldri heldur en foreldrar jafningja þinna og það sé nú svona ástæðan fyrir því þau eru líka mikið íslensku fólk svo sannarlega og svo eru svona dólgar eins og ég sem bara komast upp með að sletta og tala eins og bjánar en það er einmitt eins og segir þá það er eitt sem að ég velti svolítið fyrir mér að því að það tók mig smá tíma að einmitt, það er svona lærð hegðun hjá hvítu fólki og það er þetta að tala um að sjá ekki liti og það er svona svolítið svona, það er vand með farin vegur mjög að akkurat sko að því að það þarf ég get alveg sagt að þú ert hér ung falleg kona, svört og þar fram út í götunum að því ég sé það en ef ég væri blind á liti þá myndi ég náttúrulega bara einhvern veginn ignora það en þá væri ég að ignora einhvern veginn svona þinn reynsluheim líka út frá því er það ekki rétt hjá mér? Jú, að mestu leyti sko en ég bara auðvitað eins og ég segi aftur frá minni hlið sko mér finnst ég skilja báðar hliðar af sama blaðinu. Ég hef verið hérna, skilur, í 18 ár og það einhvern veginn að fólk taki mig í sátt af því að þeim finnst ég hafa kynnt mér íslensku eða kynnt mér málfræði eða sögu Íslands og þá sé ég tekin í sátt. Bara af hverju er ekki tekin í sátt fyrir að vera eins og hver önnur manneskja. Þannig og einmitt þó þú værir ekkert frábæri í íslensku. Nei, akkurat. Og bara einhvern veginn eins og það er hérna að vera að ignora svona
Já, segja bara, einmitt, þú veist, ég svo laus við fordóma að ég sé enga liti en þeir eru augljóslega þarna og fólk ólíkt. Ég veit að fólk þau skauta aldrei fram hjá þessu að þetta svo viðkvæmt mál og fólk aldrei frætt við að segja sína skoðanir en þessin eru skoðanir til. Bara svona halló, við þurfum bara að komast í augu við það að við erum með skoðanir ástæðu og það eru til staðreyndir. Það staðreind að ég sé svört og það ekki eins og ég sé skilur, ég ekki að reyna að breyta mér í hvítan einstakling bara til þess að verða meira íslensk. Ég bara íslensk og fólk á einhvern veginn mjög erfitt með að samþykja það vegna þess að ég sé dökk. En eins og ég segi aftur, ef þú setur mig fyrir aftan tjald og ég tala við þig, þú getur aldrei vitað hvort ég veri innflytjandi eða ekki eða hvort ég veri bara táningur sem að tala rosalega lélega íslensku, skilurðu mig? Og síðan, mér finnst þetta að vera svo mikil negla vegna mér finnst að það sé ekki hægt að koma á móti þessu. Að ég býð ennþá eftir, sko, það var einhver sem ætla að rífa kjaft einhvern veginn og fannst rosalega furðulegt af hverju ég væri að tala fyrir þessu málefni. Og ég sagði, mér fannst þetta bara að vera sjálfsagt. Af hverju ég að bera, af hverju fæ ég öll þessi ummæli, skilur, en ég eins og hvenær maður. Og þeim fannst þetta að vera eitthvað svona fáránlegt og ég segi bara, ef þú setur mig fyrir aftan tjald og þú heyrir mig tala, þú gætir ekki vita og manneskjan bara þagnaði. Það er ekkert hægt að segja á móti þessu og mér finnst bara einhvern veginn allir ætti að heyra þetta því að það opnar aftur augun, skilur frekar heldur þessi grein, ég myndist ekki dát í greininni, en þetta svo, mér finnst þetta mikilvægi punktur og sérstaklega líka, maður talar ekki með húðinni. Það bara, mér finnst þetta bara orð sem að ég hugsa hverjum degi. Bara maður talar ekki með húðinni og það bara ekki þannig og það Svo líka, sko, svo önnur hlið á þessu sem náttúrulega ofur áherslan á að innflytjendur læri íslensku sem svo annar handleggur og að því að innflytjendur geta líka verið með alls konar húðlit og það einhvern veginn þannig að brúnt og svart fólk, það miklu verra fyrir það að hafa ekki íslenskuna heldur en hvíta Evrópubúa sem hafa kannski búið inn í mörg ára því að ég nefni ég sem dæma því ég þekki mjög marga þannig og þar birtast þessi fordómar sko og svona toleransinn gagnvart því hvernig fólk tjáir sig. Það þetta bara staðreynd, við erum mjög sýnileg og það að því að við erum dökk á hörund við sjáum miklu betur, við stöndum alltaf upp úr ef þú ert með hópa hvítu fólki, þú sér það skilur, þetta bara staðan, við erum öðruvísi, það ekki hægt að grænja við því, þetta bara þannig og eins og þú segir, þá það, þú veist, þá það það bil það sem svona skerð þig úr hópi og bara ungmenn á þínum aldri. Já, en það ekkert annað þegar maður pælir út í það, þetta bara það að fólk sé hrætt við að sjá einhvern fjölbreytileika. En þér hefur alltaf verið látið með líða þannig eins og þú sérst ekki einhvern veginn partur á hópnum en af fullorðnum fólki. Ekki krökkum eins og segir í greininni. Akkurat, já. Þetta bara klárlega lærið hegðun. Ég var ekki jafn mikið fyrir þessu eins og þegar ég var yngri. Því að hvers vegna þetta trufla þig? Bara, ef ég myndi eins og græna mannesku, þá myndi ég auðvitað glápa. Skilur, það bara staðurinn. Og eins og litla lokaða Ísland, það bara staðurinn. Við erum ekki drosa mörg, þannig að sjá svarta mannesku, þetta horfir og bara svona, vá, heyrðu, ok, gaman að sjá, sem bara En einmitt, en það eru margir sem tala ég sá í einhverju kommentakerfinu að því að það hafa fjölmargir deilt greininu þinni bara inn á mínu Facebooki og ég alltaf einhvern veginn að sjá hana poppa upp og það eru svona, fólk, það tekur undir hana, en svo það svolítið svona í sjálfskoðun, sko, í kommentunum og maður sér hversu tilbúið fólki til þess að horfa inn á við og svona, eða hversu svona stolt það og einhvern veginn ekki tilbúið til þess að taka það á sig að það hafi kannski verið haldið fordómum. En þau einmitt að spyrja, sko, þau segja svona, já, en þegar ég spyr þá það einlægt. Akkurat. Og af því að ég forvitin, hvað myndir þú segja við svoleiðis fólk? Sem að segja bara, ég bara einlægt mjög forvitin. Nei, akkurat, já. Og ég, skilur, mér finnst ég geta sett mig bara sjálfsagt í spór þeirra og það bara mér finnst ég taka þessu, ég er nú bara orðin þreytt á þessu, en hvernig ætti þetta fólk að vita það? Ég kem því ekkert út mér að ég sé orðin þreytt á þessu, þannig þau mjög að taka þessu sem einhvers konar skot á sjálfan sig, skilur, og það auðvitað ekki það sem ég meina.
kannski ger ég það bara skýrt núna en sko já, það er líka munur hvernig þú segir hlutina og við hvað aðstæður. Já, algjörlega, það er ekkert hægt að vera einhvern veginn bálreiður og koma sér frá sér í einhverju kasti sko, þá er þetta bara hlýtar maður út eins og dýrvillis maður en það já, að skilur, þegar fólk í þessari sjálfskoðun, það er bara maður verður einhvern veginn að fatta það sem þessi litli hópur á svörtu fólki á Íslandi, þá er alltaf verið að glápa á mann og fólk er alltaf rosa, þetta eru bara augnaráð skilur og maður verður alltaf þreyttur á þessu ég meina, ég myndi að setja labba niður Laugaveginn og séu 13 manns alltaf svona glenn einhvern veginn í áttina að þér skilur, þetta verður þreytandi og síðan skilur skrifa ég þetta og fólk er eitthvað svona, já ég var nú bara að líta þetta, ég var bara með mína einn skoðun, eitthvað svona og það er bara, við erum orðin þreytt á þessu en það, ég veit að þetta er nú ekkert eitthvað þetta er ekkert ég tekið þessi ekki illa, skilur, þetta er ekki dónalegt ég veit að þetta er ekki meint sem eitthvað svona drulla þú þér heim eitthvað svona, alls ekki en það er bara, ímynda að þú sért bókstaf að labba í skólan og það er einhver að horfa þetta er óþægilegt og það er það eina sem við meinum með þessu þetta er bara óþægilegt akkurat. Og þetta er eitthvað sem að þú tengdi til dæmis ekki við París Nei, nefnilega ekki en það er rosalega mikið alls konar fólki það er svona predominantly hvítt samfélag en er rosalega blandað mjög og þar einhvern veginn verður svarta brúnt fólk síður fyrir því að það er verið að góna á þau í lestinni eða bara á skólalóðinni Já, það var nú að þetta hvað það var mikið einhvern veginn menningarsjokk fyrir mig að koma þangað því ég var svo tilbúin að lenda aftur í að vera eitthvað svona nýja stelpan frá Afríku sem labba ég bara inn og ég meina 20-30% af skólanum eru skilur einhverju krakkar frá Afríku eða skilur svarti krakkar og enn fleiri frá Asíu og ég veit ekki hvað skilur enginn að pæla í neinum og það er þetta bara París stærri borg skilur er í meira Evrópu fólk sækir að og allt svona en við erum þetta lítil eyja og ég verði líka að fatta það sjálf að missa mig ekki alveg þannig sé ég myndi svo segja ekki að þú hafir mist þig af því að við erum einmitt orðin mjög blanda samfélag það er að gera svolítið rætt og það hefur gerst bara einmitt bara á þau ár sem þú hefur lifað Nei, akkurat og ég hef sjálf líka bara tekið eftir því sko og ég sjálf glápi, skilur, ég er stundum að missa mig í þessu og síðan því mér finnst það svo merkilegt að hafa komið hérna og síðan sjálf fengið að sjá skilur fjölmenningu af innflytjendum eða einhverjum skilur ferðamönnum og svona og ég sjálf bara sit stundum bara í miðbænum og glápa á fólk bara hvaðan er þetta fólk að koma skilur, við erum bara einhver lítil eyja hérna og það er það sem ég held að fólk eigi erfitt með að skilur bara svona erfitt að fatta það að skilur þetta er að gerast það er staðreind hvort sem mér finnst það jákvætt eða neikvætt þetta er að gerast og mér finnst við þurfum bara að taka því og fólk verður þeir má taka því eins og þau vilja en bara ekki vera að fá þetta við annað fólk akkurat, bara berum virðingu fyrir hvort öðru og þá er ég ekki að hlífa sérstaklega einhverjum hóp sem að lætur fáránlega skilur ég hef alveg séð fullt af innflytjendum sem að skilur virða ekki íslenska menningu eða virða ekki hitt og þetta en ég er ekkert að hlífa þeim skilur ég bara virðum hvort annað ég meina við erum með eina jörð við búum öll á henni saman akkur getum við ekki bara lifað í sátt og við erum á eyju skilur í Atlantshafinu ofan á það sem Ísland bara það er að gera svo mikið vesen að vera alltaf reið út í hvort annað og vera einhvern veginn svona að pikka og ít og pota og eitthvað svona ég held að ég svona tali fyrir hönd örugglega flestra bara svona hvítra Íslendinga þegar ég segja að við viljum ekki hafa bara algjörlega aflokað alveg hvítt íslenskt samfélag Nei, akkurat ég held að það sé bara ég meina að því að það eru rasistarnir ef við förum aðeins út í þá er þetta Ísland þvert á flokka og svo koma skjöldur Íslands og það er komið svona varúðarmerki ég myndi segja svona rauðflögg í okkar samfélag svo sannarlega og þetta eru svona hópar sem að tala með þeim hætti að þeir vilji að hér sé hvítt samfélag, kristið samfélag og þar fram undir götunum vegna þess að þeir hræðast fjölmenningu og hafa og bera fyrir því svona alls konar rök sem eru nú yfirleitt eitthvað sem er mjög auðhrætt
rakið. En þetta staðurinn, þeir eru þarna, þeir eru til og þetta er hópur sem að það kemur mér á óvart hversu stór hópur þetta er, svona þó hann sé ekkert risavaxinn. Þetta er stór lítill hópur. Akkurat, já. En ég sá að einhver þar deildi greininni þinni og þar var kommentakerfið. Það var reyndar einhver sem sögðu eitthvað svona, þú veist, hvað, er þetta sem sagt bara svona rasista síða? Þannig að það voru einhverju sem var svona, já, ok, býttu, herðu, halló. Ætliði þið að fara að hnýta í þessa stúlku fyrir að benda á það sem ætti að vera öllum augljóst. Svo voru einhverjir sem að voru svona eitthvað, já, ég meina hún ætti þá bara að fara til Parísar. Og þá hló ég. Já, er það ekki? Jú, og ég bara, af hverju ætti hún að fara til Parísar? Já, þetta skilur, ég er ekki einu sinni þótt ég sé að opna augun og bókstaflega benda á stöðu Íslands, þá er ég ekki að ásaka neitt neitt. Og ég er ekki að segja, gerð þú þetta og skilur, segð þú fyrirgefðu við mig. Hef ég beðið það? Nei. Er ég, skilur, bókstaflega einhvern veginn að einblína á einhverja persónulega mannesku og beðið einhverja fyrirgefnu? Nei. Ég er bara bókstaflega að opna umræðinu, bara jafn mikið og þeir eru að opna umræðinu eitthvað annað, skilur inn á þessum flokkum og já, Ísland þvert á flokka segir eitthvað svona skjöldur Íslands. Þeir eru þetta bara með sín málefni og þeir eru með sína skoðanir og aftur, við erum með skoðanir ástæðu. Þeim finnst ég mögulega að vera klikkuð og mitt mál vera bara eitthvað galið, bara já, akkurat, af hverju fer hún ekki bara aftur? Ég okkur fyrir hún ekki til Parísar. Nei, akkurat. Því að hún bjó einu sinni þar. Já, akkurat. Bara eitthvað svona, ef ég myndi fara í 2 vikna frí, skilur, til Kanarí, bara farið til Kanarí. Þetta er styrlað, skilur. Og mér finnst þeir mögulega bara vera með einhverja fáránlega skoðanir. Og þeim finnst ég vera jafn klikkuð. Og ég get ekki, Hvernig á maður eiga í samtali? Akkurat. En ég hef nú bara tekið það afstöðu. Ég nenni ekki í þetta stríð. Nei. Við erum með skoðanir ástæðu og þær eru persónulegar og það er svona heit þetta skoðanir. Ég ætla ekki að fara að mata upp í þá eitthvað svona, nei veistu, nú setur þú hér og hlustar á mig tala og ég ætla að láta þig vera sammála mér í öllu sem ég segi. Og ég tek það bara ekkert á mig, en það eru sumir sem að gera þetta og eru með hann áróð, skilur. Og það er bara flott hjá þeim, það eru þeirra skoðanir og ég get alveg virt þær. Ég er alltaf til í að hlusta á báðar hliðar, því að mér finnst ég skilja báðar hliðar. Og einhvern veginn, já, mér finnst bara skoðanir eru skoðanir og ég ætla ekki að fara að koma með einhvern áróð, skilur, og ég bara býst við að ég fái nú bara verið í friði. Þeir fá að setja sitt, skilur, og ég fæ að setja mitt. En þú ertu, einhverjir hópar í samfélaginu hafi lýst yfir svona hérna, það sé bakslag og nú er ég að vísa í bara hinsegin fólk og hérna, ég sést bara aðri minnihlutahópar á Íslandi. Ertu ekki hrædd við þetta að gefa eitthvað svona bara svona skotmark á þig að tjá þig bara svona opna þig svona á opinberu vettvangi? Eru foreldrar þínir hræddir það eða systkini þín eða? Nei, ég hef alltaf verið dálítið svona mikill nagli, dálítið sjálf svona innfari í þessu þetta því að ég er svo eina sem að upplifa þetta, skilur. Systkini mín, þau eru hvít Íslendingar og ég er bara dökkur Íslendingur. En þú talar í greininni að þau hafi kannski verið svona, þau var svona haft því smá í bómull þegar þú varst lítil. Guð, já, það er bara að passa upp á mig eins og sko, bara blóm, bara í einhverjum demantsboksi. Því að, já, ég auðvitað fattaði það ekki sko þegar ég var yngri, hvað foreldrar voru að gera fyrir mig og við ræddum þetta ekkert. Þetta var ekkert umræðuefni og mér fannst þetta ekki vera umræðuefni. Því að af hverju fannst mér það vera viðeigandi við mataborðið að segja, Sóley, þú veist að þú átt aðra blóðmóður, ekki svona, ég bara svona, já, en mér er sama, ég á mömmu og pappa og sískinni og hund og kött og ég bara svona, halló, ég hef alltaf verið hér. Frekar hefði ég verið ætlit þegar ég var 5 ára eða 10 ára, skilur, hefði haft einhverja minningar, en ég var bókstaflega unga barn. Ég var 3 mánaða, ekki svona, þegar ég fór í hendur foreldra minna og ég meina, þau sem hafa eignast barn vita það þegar þú fær barnið þitt, skilur, þú bara ert með þessa beinu tengingu. Þá er þetta bara þitt. Og hvort það sé þá eða seinna. Ég meina, þú tengir við barnið þitt og ég veit að sömu tengingu við mína foreldra, þannig ef ég myndi sjá blóðmóður mína, skilur, í Tógó, engin tenging. Ég velti því rosalega mikið fyrir mér. Ég fór til Tógó nú í desember 2024 og ég ákvað að fara á þann stað sem ég er ættleidd frá
sem Vógan, þetta bara lítill bær og við ákveðum að fara þarna að kíkja og þá var þetta alltaf svona, þetta alvöru moment, Sóley. Þú ert búin að vera að velta þessu fyrir þér í kannski 12 ár. Bara svona, veistu, ég dökk en byrju, akkur ekki hinir dökkir. Þá svona, heyrðu, já, kannski á ég aðra fjölskyldu, kannski á ég, eitthvað svona. Og þá þegar ég í bílnum að keyra annan veg, þá sest þetta meira og meira á mig. Bara svona, byrju, hvað hún ætla bara að taka mig tilbaka? Eitthvað svona, ég bara, allar hugmyndir fóru bara að blikka. En síðan fór ég svona sjálf bara svona byrju, en hvað með mig? Ekkert eitthvað utanaðkomandi og ég svona, ég veit ekki hver þessi kona ég gæti hafa labbað framhjá henni í gær, skilurðu. Engin tenging. Þannig það að vera eitthvað svona, farð þú aftur, því að ég frekar heima þar. Ég held ekki. Hvað þú gera þar með þitt slátur? Nei, bókstaflega á mína lopapeysu. Ég var að fara að stikna og hita. Ég bara, Sóley, þegar búið að draumur að tala við þig, þú ert ótrúlega skemmtilega. Ætlar að skrifa eitthvað meira? Já, ég bara kemur í ljós, kannski. Næst þegar þú ert að vera að læra fyrir prófið eða verkefni. Já, þá kemur kannski nýr pistil. Já, það mjög dæmigert. Sóley Lóa Smáradóttir, nemi þakka kærlega fyrir að koma og ræða hérna við mig fordóma og rasisma og hérna, og já, samfélagið okkur og hvernig við getum gert það betra. Takk fyrir. Og dóki við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, grunnurinn af þjóðtrú okkar sá að ef þú leggur þig fram að þá mun þér vegna vel og þeim sem vegnar vel að það fólkið sem hefur lagt sig mikið fram og á það skilið. Og bak við þessa hugmynd náttúrulega það að þau sem eru fátæk eða standa sig kannski með veika stöðu í samfélaginu að það hlýtur að vera þeim sjálfum að kenna. Það felst í orðunum. En Eyja Margrét Jóhönnu Brynjarsdóttir, prófessor í heimspeki, þú varst eiginlega að skrifa verðleika samfélagið. Þetta var kannski full grófmynd sem ég var með að því. Nei, þetta ekki bara sú mynd sem gefin og þetta náttúrulega, þetta kannski ekki einfalt en við, ég veit ekki, við vitum kannski flest allavega að auðvitað þetta ekki svona að það náttúrulega alls konar hlutir eins og heppni og bara þetta sem spilar inn í hvernig fólki vegnar. Og ég held allavega að það væri, já, ég trúi því nú ekki að það séu margir sem að myndi bara neita því og halda því fram að það hefur bara ekkert með að gera. Við ættum að vita. Já, en svo viljum við, og það náttúrulega bara, manneskjan náttúrulega bara mótsagnarkennd, sko, og ég hugsa, geta alveg trúa því að við séum mörg með bara alls konar mótsagnarkenndar hugmyndir þetta, af því að það við viljum trúa því þegar eitthvað gengur vel hjá okkur, og við fáum eitthvað gott. Það er munni fyrir því. Já, við erum munni fyrir því, við eigum það skilið. Og svo þegar eitthvað gengur illa þá ofta öðrum að kenna. Já, það einmitt freistandi þá að halda og það náttúrulega stemmir ekki, sko. En svo náttúrulega líka mjög slæmt þegar fólk, sko, kannski fólk fer að trúa því sem kannski vegnar illa að það fer að trúa því að það sé því sjálfa að kenna, að það fylgir því náttúrulega bara hræðileg vanlíðan. Því haldið að fólki. Já, einmitt. Við getum talað þetta sem svona, hvernig við sem persónu bröðumst við, en svo búum við í samfélagi og þetta sem ég var að lýsa áðan, það ég kallar þess að þetta væri þjóðtrú. Þetta bara ríkjandi hugmyndafræði sem við búum í. Já, og þetta náttúrulega hugsað kannski líka sem svona hvetjandi, að ef við erum dugleg, þá uppskerum við eins og við sáum, sko, og fáum eitthvað gott að launum. En svo náttúrulega bara allur gangur, ég meina, og það auðvitað
getur það haft eitthvað að segja líka. Stundum fáum við eitthvað gott og höfum unni fyrir því og ég ætla auðvitað ekki að neita því að það geti gerst. Það er ekki skapið mistarann og það allt saman? Já, einmitt en það er ekki það eina. Þetta er náttúrulega eitthvað svona samspil og margþætt. Já. En af hverju varst þú að skrifa þetta? Er það vegna þess að þetta svona hangir í loftinu svona að halda okkur verðleika samfélagi? Já, ég það óréttlæti umlega réttlátt. Ég var beðin að skrifa pistil í þarna hátekjublað heimildarinnar og þá langaði mig til þá fór ég að hugsa þetta hvað er þetta 1% sem er með miklu hærri tekjur heldur en við hin og svo náttúrulega jafnvel líka ef maður skoðar tekjurnar hjá þessu 1% þá er gríðarlegu munur á neðsta fólkinu þar og efsta alveg bara mjög mikill þannig að það er líka kannski hægt að fara að tala 1% af 1%. Það er stundu gert svona 0,1%. Einmitt og þá svona fyrir að hugsa getur það verið að þetta fólk eigi skilið svona miklu meira heldur en annað fólk og það er náttúrulega kannski ekkit einfalt þetta með hvað eigum við skilið, hvað er það að eiga eitthvað skilið og hvenær eigum við eitthvað gott skilið og á það alltaf að snúast að vinna mikið eða eigum við kannski bara alls konar hluti skilið bara í krafti þess að vera til og vera manneskjur. Eiga allir skilið að geta lifað sæmilega áhyggjulaus, haft framfærslu og verið húsnæði? Já, einmitt og það er kannski eitthvað sem að væri svona í hinu fullkomna samfélagi að okkar samfélagi hefur ekki svarað þessu Nei, aldeilis ekki en þetta er svo sem eitthvað sem ég fjallaði áður. Ég skrifaði fyrir nokkrum árum bók peninga bæði frumspeki og svona siðfræðilegar hliðar á peningum. Það reyna að finna siðferði í peningum. Já, fyrir hluti bókarinnar svona spurninguna hvað eru peningar en svo fer ég svona út í hvernig er réttlátt að skipta þeim. En þannig að þetta eru svona það sem að ég skrif þarna í þessari grein þetta eru hluti sem að koma líka við sögu þarna í bókinni þannig að þetta er nú eitthvað sem að ég hef svona verið að velta fyrir mér áður. Við lifum í heimi sem er leggur mikið upp úr og að því varst að nefna tekjublaðið þar var efstur Þorsteinn Már Baldursson fyrrum aðalegandi Samherja, hann er búin að koma eignum sínum til barnanna að mestu leyti held ég. Það er góðsögn hann að þeir harðduglegir frændurnir á norðan keyptu Guðstein í Hafnarfirði, togara sem hefði legið við bryggju í 3 ár og unnu þar hörðum höndum við að skrapa rið af millidekkinu og það sé grunnurinn af auði Samherja. En auðvitað er þetta ekki svoleiðis. Guðsteinn hann, af því hann hafði legið í Höfn meðan að viðmiðunar árin sem áttu að útluta kvótanum voru, að þá fengu þeir útlutað aukalega kvóta með því að fara og suða aðeins í ráðuneytinu. Svo keyptu þau á hrakvirði 2 togara af bæjarútgerð Hafnarfjarðar sem að Sjálfstæðisflokkurinn seldi þeim þar, sem að ef einhver hefur áhuga á því að skoða aftur á baka þá er það alveg ótrúlega lágt verð miðað við verðmætin sem að þeir fengu og það var eiginlega grunnurinn af því að svona auðsöfnu þeirra hófst og svo notuður hana til þess að kaupa og sölsa undir sig raunverulega kvóta hér og þar. En goðsögnin duglegu frændurnar sem voru að skrapa millidekkið, það er algjörlega inngróið í hetjusögu Samherja. Því að þá er Samherji að sækja í staðið fyrir að vera bara típist auðvald, þar sem að auður safnast af auð, að þá er þetta náttúrulega miklu skemmtilegri saga að þeir hafi eiginlega brotist út úr massanum og þessum litlausa hópi sem að við erum og gert eitthvað.
Og svo það náttúrulega líka, það getur vel verið að sko, það séu til einstaklingar hér og þar heiminn og líka á Íslandi og sem að sko tekst þetta að brjótast upp úr fátækt og verða milljarðamæringar og svo framvegis. Og þeir eru sjálfsagt duglegir og útsjónarsamir og sniðir og engin ástæða kannski til að efast það, en það líka auðvitað fullt af öðru fólki sem að ekkert minna duglegt en sem að bara ekki jafn heppið. Og þannig að það líka svona kannski eitthvað sem að má hugsa að sko það getur vel verið að þessi í 1% séu upptilhópa fólk sem vinnusamt og duglegt og sniðugt og en verðum alltaf meira fólk sem hefur erft bara. Já, svo það auðvitað líka en þá kannski klókast að fæðast inn í réttu fjölskyldu. Einmitt, já, algjörlega og það náttúrulega einmitt heppni sem að augljóslega kemur við sögu líka og fullt af fólki sem að ekkert minna duglegt og ekkert minna sniðugt en bara á í stöðu basli en svo það náttúrulega líka spurningin sko að segjum sem svo að sumt fólk sé duglegri en annað eða eitthvað og hvað merkir það að vera duglegur og á hverju ætti endilega að verðlauna dugnað eða og hvers konar dugnað erum við að tala og svo náttúrulega sem svona það náttúrulega hægt að tala neikvæðan dugnað líka til dæmis vinnusamur og duglegur morðingi það einhver sem að maður svona óskar þess að væri latari Já, og margir sem að hugsa eigin hag þeir brjóta gegn hag annara Einmitt, og þá náttúrulega kom upp þær spurningar sko þetta með að hugsa eigin hag versus það að hugsa að gera eitthvað gott fyrir samfélagið eða heiminn eða bara aðri kringu sig. Það annað einkenni okkar tíma sem kannski að peningar eru mælikvarði alls og við höfum að rækta hérna stundum í sambandi við listir og svona að það sé ekki til svona annað svið eða svona counterculture það sé allir að reyna fyrst og fremst bara að meika það og það að meika það að verða markaðsvara sem keypt og selt það þannig að önnur gildi hafa dofnað og það í menningu bara liðin áratuga og tala ekki alda það sem oft til mótvægis við ríkidæmi bent á aðra þætti sem eftirsóknarverðir. Ég held að þetta einkenni svolítið okkar tíma að ríkidæmið eiginlega orðið eini mælikvarðinn. Já, það allavega svona mikil áhersla lögð á það og að það og svona þennan mælanleika á öllu, hvort sem það í peningum eða með einhverjum öðrum kerfum, einhver stigagjöf og samkeppni. Metsöluhöfundur góður rithöfundur. Einmitt, og afköst líka en þá fyrir maður náttúrulega hugsa það endilega besti rithöfundurinn sem að hefur skrifað flestar bækur. Stephen King. Herðu, en ef við tökum hina hliðina, þeir sem að eru fátækir. Eitt það hvernig fólk metur það sjálft og þú ert að benda á það, hvað það getur verið hættulegt að telja það að vera að ég fátækur af því að mig skorti verðleika, ekki það að ég hef orðið fyrir félagslegu óréttlæti og þessum ég fátækur og náttúrulega best fyrir fólk að fara og taka þátt í einhverju baráttu innan fátæku til að losna. Þá lærir á leiðinni að það eru aðrir í sömu stöðu og þú lærir að fyrirgefa þeim fátæktina sem átt kannski erfitt með að fyrirgefa þér. Það er mjög hollt fyrir fólk að taka þátt í baráttu fátækra eða í verkalýðsbaráttu eða samtökum leigjanda eða eitthvað slíkt að næstu þetta væri þetta að selja sem sjálfstykkinganámskeið. Þannig það eitt í þessu. En samfélagið það heldur svolítið að fólki að það sé eitthvað að því eins og þú ættir að mennta þig meira þess að. Einmitt. Og svo náttúrulega kannski sjáum við það að það er náttúrulega bæði það að það hafa kannski ekki allir sömu
möguleika á að mennta sig og þurfa að hafa mismikið fyrir því einmitt út af efnahag og fleiru og ekki eftir svona verst að fínt að einhver sé sem að þrýfur herbergin fyrir túristana og lifi sæmilu líf af því. Við viljum ekki allir séu millistjórnendur í að sjóa. Nei, einmitt og svo það náttúrulega ekkit, það helst náttúrulega ekkit endilega alltaf í hendur menntun og kjör fólk sko en auðvitað það aðalatriðið að við sko getum öll bara fengið að vera til og vinna alls konar störf eða hvað það sem við gerum og njóta virðingar í samfélaginu og geta lifað sómasamlegu lífi. Það hlýtur að vera eitthvað sem að væri betra samfélag sem byggði upp á það. Ef allir þeir sem að lifa við linnulausan afkomu kvíða og þurfa að neita sér og börnum sínum ýmislegt eða þau ekki frið fyrir þessu, þá myndir náttúrulega rísa hér upp ævintýrlega skemmtilegt samfélag. Einmitt, og það náttúrulega gríðalegt álag sem að fylgir fátækt og náttúrulega eins og þú komst inn á áðan sko, skömm í rauninni sem að fólk upplifir, talaðu að fylgi fátæktinni og það náttúrulega er partur af kannski þessari skömm, það þessi svona ríkjandi hugmynd í samfélaginu að þau sem eru fátæk, þau geti sjálfum sér kennt og að þau sé eitthvað gölluð eða verri en við hinn og þar á leiðandi eða skammast sín sko. Og þú finnur fyrir þessu þegar þú gengur út í samfélagið. Þetta ekki þitt samfélag. Einmitt. Og það er náttúrulega ótrúlega sóun verðmæta að láta fólk ganga þannig út í samfélagið. Einmitt og bara náttúrulega ömurlegt að ég veit ekki hvernig frekar hægt að lýsa því sko. En við erum að tala svona, segjum að þetta sé rétt hjá okkur að það myndi leysa úr læðingi stórkostleg verðmæti ef við myndum frelsa fátækustu frá afkomu kvíða sínum og skömm, þannig að þau getur verið fullið þáttakendur í samfélaginu. Hins vegar ef við verðum að hlusta eftir hvernig hefur verið rætt hvernig við getum bætt samfélagi, styrt menningun og hlera, þá erum við mest að hugsa hvernig við getum stutt þá sem eru best settir í því að gera meira af því sem þeir hafa verið að gera. Það er svolítið ríkjandi. Ég meinar eins og svona styrkir og verðlaun og eitthvað svoleiðis. Alls konar hluti ef við ekki að kalla til okkar besta fólk og það sem ég er að segja stinga bara upp á því kannski verði það bara snjallast sem við gerðum til þess að búa til öflugt samfélag og auka hér menningu og listir bara að gefa henni fátækustu frí frá kúun sinni. Einmitt og það er einmitt náttúrulega þessi spurning eins og hvernig ef við bara hugsaum listir að það er náttúrulega frábært að geta notið þess að notið verka góðs listafólks í hvaða listin það er einhver frábær tónlistarmaður sem við hinn njótum þess að hlusta og allt það en svo þannig að það er mjög gott að við bara öll getum átt þess kost að njóta þess. Þú ert ekki jöfnu með lemja niður þá sem að standa hæðst. Einmitt, en svo er líka náttúrulega ofboðslega gefandi fyrir okkur öll að geta skapað sjálf og tekið þátt í listiðkun þó að við séum ekki einhverjir frábærir listamenn eða með einhverja sérstaka hæfileika. Þú veist það náttúrulega ekki. Ég get tekið dæmi. Einu sinni voru þið konur, bara eiginlega utan menningarinnar. Voru allir höfundandi, voru kallar á eitthvað fleira. Og eitthvað geti sagt að það er nú ekkert mikið fengið með því að konurnar fara að gera eitthvað. Það er nú ekki svo merkilegt sem það gera. Það er miklu næra að þær myndu bara njóta það sem að kallandi gera. Svo opnast gáttir og konur stíga inn í menninguna. Og hefur eitthvað stórkostlegra gerst í síðustu, 50-100 árin, heldur en það? Nei, einmitt, og það er náttúrulega einmitt ef það eru ákveðnir samfélagshópar sem að fá ekki einu sinni tækifæri til þess að spreyta sig. Við bara viljum ekki heyra raddir þeirra. Já, þá náttúrulega erum við að fara á mis við alls konar frábæra hæfileika sem að bara fólk sem að fær aldrei ef þú fær aldrei tækifæri til að læra á hljóðfæri til dæmis þá náttúrulega kemur aldrei í ljós hvort þú sért með einhverja frábæra tónlistarhæfileika eða ekki
Og við rænt þeirra röddum. Já, alveg og þetta er náttúrulega svona í listum, í vísindum og bara pólitík hinum ýmsu geirum samfélagsins að þá er náttúrulega bara mjög slæmt ef það er bara einhver mjög þröngur og einsleitur hópur sem að situr að öllu af því að þá erum við hinn í rauninni að ekki bara sjálfa missa af tækifærum heldur að við erum að missa af alls konar röddum sem að væri frábært að fá að heyra í. En svo er líka svo þurfum við líka kannski að geta haft rödd þó að við segjum að ég sé fátæk og ég fá að læra hljóðfæri og það kemur í ljós að ég er ekkert með neina sérstaka hæfileika en mér finnst samt gaman að spila kannski og það er kannski enginn að fara koma á tónleika hjá mér en mér getur samt fundist gaman að spila heima hjá mér eða eitthvað og þannig að það er líka eitthvað svona sem að er mikilvægt að hlúa að fólk geti fengið að bara vera skapandi og gera alls konar skemmtilega hluti þó að það sé ekki að endilega að skila af sér einhverjum verkum á heimsmælikvarða. Og vera séð sem eitthvað annað heldur en fátækabarnið. Hann José Abreu sem að stofnaði El Sistema sem eru tónlistarskólar í fátækahverfum Venezuela. Það gerði það ekkert sem hann upp á 1970. Hann sagði einmitt svo fallega eins og að kannski stæðsta gildið í þessu að fátækidrengur sem fer heim með fiðlu hann er núna drengurinn með fiðlu sem hann var ekki áður þannig að það er bara að þú fáir eitthvað sem að lyfti þér og þetta er fiðlan í þessu dæmi bara tákn en listir eru gáttir sem að við eigum að halda opnum fyrir alla En þegar maður las greinina að þá velleika samfélagið og þá er svona auðvitað er margt í þessu og eins og þú ert að segja hér að æfingi skapa meistarann og þú veist ekki að tala að tala niður velleika en það liggur við að sé í henni að þessi hugmynd hún hefur kannski bara valdið meiri skada en hún gerir og við þurfum kannski ekki að upphefja hana af því það er svo innbyggt í okkur persónulega eins og við vorum að segja við getum bara lesið ævisögur fólks það sem að eignar sér allt sem er gott og kennir öðrum það sem er verra þannig að það er ekki eins og við þurfum að ýta undir þetta en þessi svona linnulausi svona áróður velleikasamfélagsins hann hefur raunverulega bara svona eitur áhrif í samfélagið. Já, það býr til, það ýtir undir svona stéttaskiptingu í rauninni og sem er náttúrulega ekki gott. En það einhvern veginn það að því að við þurfum auðvitað líka að við höfum ekki öll sömu hæfileika eða áhugamáli og svo framvegis og við viljum líka við viljum fyrir utan það að vilja samfélag það sem öll fá tækifæri og geta notið sín að þá viljum við líka held ég búi í samfélagi þar sem að einstaklingar sem að hafa alveg sérstaka hæfileika og geta nota þá til þess að miðla til okkar hinna einhverju frábæru hvort sem það er lækning við krabbameini eða tónverk eða hvað það er að við viljum líka að hafa þetta í samfélaginu. En við erum ekki beint í hættu með að vera að stoppa það. Við erum frekar í hættu með að halda stórum hópum niðri og frá samfélaginu. En líka með því að halda stórum hópum niðri þá erum við að fara á mis við svona einhverja frábæra einstaklingar sem að gætu miðlað okkur einhverju frábæru og auðvitað þurfum við að hafa ákveðna verkaskiptingu það vill enginn fara í aðgerð hjá skjálfhentur skurðlækni eða bara ef við hugsum lækna til dæmis við viljum að þeir kunni til verka viti hvað er að gera þegar við treystum þeim fyrir líf okkur að limum og við viljum og bara fagfólk yfirleitt að það viti hvað það er að gera en kunnum við þetta ekki ég meina meðan það pípara þá spyr ég fólk þekkir ykkur pípara Því ég vil fá pípara sem einhverjum er góða reynslu af. Ég fer ekki bara í guðlusíðurnar eða er til ennþá.
Og ég myndi ekki gera það við heilaskurlagni, sko. Einmitt. Ég myndi hérna spyrja, heyrðu, Eyja, varst þú ekki hérna í heila aðgerð þarna daginn? Gekk ekki vel? Manstu hvað ég heiti? Ég myndi pröfa það eitthvað neginn. Já, einmitt. Og það en það sem að skiptir máli þar líka held ég að, sko, þó að einhver hafi einhverja frábæra hæfileika, sé óbúslega góður í einhverju, að þá þurfum við að geta viðurkennt það, þessi er mjög góður í þessu, en það þýðir ekki endilega að hann sé sko eigi meiri lífsgæðiskilið en hinn eða viðkomandi sé einhvern veginn betri eða merkilegri manneskja. Það er kannski það sem að við þurfum einhvern veginn að geta aðskilið það að svona viðkomandi ekki sko hefur ekki meira siðferðilegt vægi heldur en einhver sem hefur ekki neina sérstaka hæfileika. Af því að við erum öll manneskjur og svona skiptum öll máli. Já, ég held að svona peningahyggjan og það að peningalegur árangur æðsti mælikvarðinn, miklu meira núna heldur en bara þegar ég var ungur og ekkert svo ungur mér þess að sko. Ég man eftir samfélagi þar sem að voru svona alls konar svona viðurkenning sem gætt fengið á þess að það væri peningar sko. Og jáfnvel sumstaðar voru bara þóttu peningarnir vera bara fyrir í því sko. Já, já. Og það þótti sá sem að var að elda peninga mikið, hann litið á hann sem hálfgerðan kjána. Já, já. Svo sem að þú getur líka lesið sko, tala við fólk á dánarbeði, það mun segja þér það. Það eftir svona eftir peningum ekki að sniðast það sem að gera í lífinu. Einmitt. Og líka bara þegar við hugsum sko, hvað það mikilvægasta sem við gerum og það sem við einhvern veginn njótum mest eða fáum mest út úr, þá eru það ekkert endilega einhverju hlutir sem við erum að fá peninga fyrir. Og ætti ekki að vera. Nei, og ég náttúrulega veit ekki sko hvernig það að líta svo á að svona eftirsókn eftir peningum síðan eina sem skiptir máli, en ég á svolítið erfitt með að lifa mig inn í þá hugsun. En hún minnst svolítið ríkjandi núna og svona kom með nýfrjálshyggjunni sem þetta var algjör hennar grunnstef að við ættum raunverulega að fela þeim framtíð okkar sem að væru ríkastir af því þeir væru sannarlega með mestu verðleikana. Akkur ættum við verið að spurja opinbera starfsmenn eða svona mislukkað fólk einhverja leiðsögn. Þetta spurjum við ríkakallinn. Hann ríkur af því hann klárastur. Okkur spyrjum við ekki þennan klárasta, ætlum við að búa til samfélag þar sem við erum alltaf að spurja hérna fátækustu sem eru þar að lendi vitleysustu, hvert þetta er samfélag okkar leiðir. Þetta er bara nýfrjálsíðan. Já, þetta er náttúrulega ekki góð aðferðafræði. Þetta er okkar samtími. Já, og náttúrulega mjög vont þegar sko þau sem stjórna mest og sem að hefur einmitt vaxið mjög að það fari saman sko völd og auður, að það sé einhvern veginn bara rauninni hægt að kaupa sér völd og það náttúrulega skila sér í þá stjórnendum sem að hafa engan skilning á kjörum bara venjulegs fólks. Hvað þá fólk sem að sko býr við mjög þröngankost. Já. Bæði að því það hefur engin kynni af því, hefur ekki kynni af fólki sem er við þær aðstæður og það er innbyggt í trú þeirra að það sé til einskis að leggja sig, reyna að skilja það vegna þess að það er umverulega mislukkað fólk. Já, og það er náttúrulega bara grimmur heimur sem við lifum í svolítið. Mjög grimmur heimur sko. Það var ekki betri í gamla daga og það var hryllilegt hvernig samfélög bara fyrir fáum áratugum heldur konum niðri og stéttaskiptingin var mikil og allt þetta. En í því samfélagi þá var ekki alltaf gefið að henni ríku færu með ríkisvaldið. Og það var alltaf hugmynd eftir almennan kosningarétt og svona verkalýðsbaráttu almenning sem að ríkið þetta að vera almenningur. Kannski mistum við þá trú aftur og heldum að ríkisvaldi eigi að vera vald hinna ríku. En til hliðar voru náttúrulega, ég var að tala við geðlækni daginn
og vorum að tala svona og hann sagði að auðvitað notaði fólk skáldskapinn til þess að til dæmis að skilja sorg sína og komast í gegnum það. Og mér finnst það svo sorglegt að hann sagði þetta í þátíð. Og ég fór að velta fyrir mig sko hvort að listin hafi raunverulega haft svona meira vægi eða gildi, hefði ekki verið sett á eitthvað svona stall, þetta var svona hversdagslegri áður og svo vorum við náttúrulega með kirkjur og heimspeki. Þannig ef að við erum monotónisk í svona peningahyggju, þá er það kannski vegna þess að við erum veik í listum og trú og öðru slíku. Já, ég skal ekki segja sko hvað það er sem að veldur svona þróun. Og ekki að við mættum vera duglegri að ræða sko menningun okkar og hverju raunverulegu gildi í henni til mótvægis við hið mikla afl. Við ættum náttúrulega ráða að ræða sem mest um það. Þannig ég nefndi hann Abrá, sem stofnaði elsýstima. Hann sagði upp úr 1970 að hann áttaði sig á því að það var stjórnarkreppa í landinu og það var efnahagskreppa og það var stjórnlagakreppa og Guð má vita hvað ekki og hann hugsaði þetta er bara birtingamyndir af sömu kreppunni, það er einhver andleg kreppa í samfélag okkar og það er þetta að lækna það með Guði og það er þetta að lækna það með listum og ég veit ekkert Guð, þannig ég ætla að gera það með listum. Þannig þarna kemur þessi svona hugmyndum að við verðum að rækta þennan þátt samfélagsins ef að hinn á ekki að verða algjörlega drottnandi. Og það er náttúrulega kannski snýst þetta þá ekki eitthvað að finna einhvern tilgang með þessu öllu saman sem að felur í sér einhverja fegurð eða eitthvað gott og fallegt og sem að við fólk finnur kannski í trú og við finnum í listum og gera samfélaginu gagn á þess að vera að safna auði til dæmis. Það er hægt. Að gera samfélaginu gagn á þess að verða bara ríkur. Einmitt, já, algjörlega. Ég meina og ég veit ekki hvernig er hægt að gera samfélaginu gagn með því að safna auði nema þá að það sé til þess að gefa til góðgeramála eða eitthvað þannig. Til þess að gefa af sér þannig sko. Já, ég veit það ekki sko. Ég er svolítið erfitt með að sjá einhverja sérstaka fegurð í auðsöfnun. En svo held ég að við það þarf að lítið til þess að við förum að réttlæta eigin svona að því auðvitað þurfum að vinna fyrir peningum til þess að bara hafa þakka yfir höfuðið og fá að borða og allt það að sinna nauðsynjum okkar og ég held að við séum alltaf voðalega gjörn á að svona fara að hugsa meira og meira sem nauðsynlegt og að ég fæ alveg að borða og ég sef undir öruggu þaki og eitthvað svoleiðis en ég vil samt fá meira og það er eitthvað svona sem að ég veit ekki, kannski er það eitthvað mannlegt við förum alltaf að réttlæta nei þetta er nú ekki alveg nóg sem ég komið með, ég þarf meira og þannig að við látum í rauninni stjórnast voðalega mikið af peningum og við og metorðum og fleira, við erum friðlausar skepnur við þurfum einhverja hjálp til þess að verði ekki bara að skrýmslum, það er bara þannig. Já, náttúrulega metorð eru náttúrulega, það eru náttúrulega meira svona viðurkenning samfélagsins og sem að þannig að við erum svona hégómagjörn líka og en svo náttúrulega svona samkvæmt rannsóknum sem eru gerðar þá er fólk ekkert hamingjusamara þó það eigi meiri peninga. Auðvitað þarf ákveðið lágmark. Það er náttúrulega ekki hamingja fólkinni því að lifa við skort. En þegar fólk er komið með svona nóg til að hafa í sig á að þá verður það ekkert hamingjusamara þó að það afli meiri peninga eða eignist meiri peninga.
Það var sagt í ágættir í bíómynd sem var sýnd fyrir árið síðan. Þá sagði aðalpersónan að það er betra að gráta hryggur í Benz en strætó. Já, kannski. Þetta oft sagt, þú færð ekki hamingju með peningum, en þú færð þægindi. En þá það spurningin hvort að þau séu þess virði, og hvers þú tapir ykkur á leiðinni við að leita allra þess að þæginda. Kannski geta það verið betri í strætó og þá kannski er fleira fólk þar og einhver sem kemur og fyrir að hugga þig. Já, það gæti ekki, Stundur hrekkur fólk frá ef að ykkur sýnir veikleika í strætó. Já, einmitt. En alls ekki, ég geti vel trúið því að það sé betra, enda var ég að vitna í einhverja persónu í bíómynd, þetta er ekki mín skoðun. Þetta er líka í huga, það er einu svona Jim Carrey leikari að veita verðlaun í Golden Globe og hann sagði hér stend ég, Jim Carrey, sem tvisvarsinnum hefur fengið Golden Globe verðlaunin, þannig að ég er ekki bara eitthvað venjulegu maður, ég er Jim Carrey sem hefur tvisvarsinnum fengið þessi verðlaun og þegar ég leggst til svefns á kvöldin þá loka ég þreyttum augum mínum og sæki í kveld sem sá sem hefur fengið tvisvarsinnum Golden Globe verðlaunin og mér dreymir að ég geti kannski fengið því í þriðja skipti því að ég veit að þá væri ég fullkomnaður og þá væri það loksins nóg. Það var mjög, þannig getur verið mjög skemmtilegur. Einmitt. Og svo er það náttúrulega það sem fylgir svona að fengi hann þau í þriðja skipti, þá fer hann að hugsa fjórða skipti. Það er þannig, Þess vegna verðum við að hafa í kúltúrnum okkar og menningun okkar eitthvað svona mótvægi við það sem ég er að rukka heimspekingir og prestana. Einmitt. Og það er þetta við, það er ekki bara ágirndin eða auðsöfnunin heldur líka hégómagirnin og eins og þetta með að við þráum að fá Golden Globe verðlaun eða hvaða nú einhverja svona viðurkenningu, eitthvað sem að vera séð og virt. Þar sem að er upp á skrifa, þú ert frábær og þú ert einhvern veginn betri en fjöldin eða hvernig sem við túlkum það en hvort það veitir fólki svo auðvitað er alltaf ánægilegt að fá hrós en eigum við einhvern veginn eigum við að láta stjórnast svona mikið af því eða eigum við kannski að reyna að hugsa meira hvað get ég gert til þess að bara auðga líf mitt og annara. Ég sagði það þegar ég var ritstjóri í Granda þá sagði stundum við blaðamenn að ekki vera að segja svo mikið til rósi því að síðasta klappið á öxlina getur kasta okkur fram á brúninni. Það getur verið hættulegt að elta svona eineft. En að því að ég var að segja rukka heimspekingarna og prestana þetta, ég veit ekki hvort það kannski leiðist einhverju heimspekingum að vera sett svona við hliðina á prestunum, ég veit ekki. En það er annað í þessu sem að það líka hvernig til dæmis barátta er háð að hinn láglaunafólk að það sé ekki verið að heyja baráttu þeirra sem að skortir heldur að í þeirri baráttu sé eitthvað sem að við eigum og getum. Mér finnst svo augljóst hvernig Efling er að reyna að laga og breyta bara tóninum í því hvernig þau birtast, að þau eru ekki þau sem eru án verðleika, þau eru ekki þeim sem að ég er bara það sem er skorti, heldur ég er eitthvað annað. Einmitt, og það er líka náttúrulega bara mikilvægt fyrir fólk að upplifa það að það hafi eitthvað til þess að vera stolt af og að það hafi eitthvað fram að færa og að það eigi skilið sömu virðingu og hver annar. Og það er sem er einmitt þá svo hræðilegt þegar er grafið undan því með einhverjum svona skilaboðum að þau ef þér gengur ekki vel þá ertu bara mikið og átt að geta gott skilið. Ég meina þegar ég var ungur þá var stórkostlegt að sjá Dag Sigurðarson stoltan á nokkurs vafa að þetta veri hans heimur þótt að væri gata á buxunum hans á rassinum og allt það. Þannig að það mætti vera meira af svona slíku stolti fyrir einhverju öðru heldur en bara því sem er einhverju hierarkíu peningana. Já, það auðvitað og
eins og þú segir, það náttúrulega bara mikilvægt að svona hlúa að samfélagi þar sem að fólk fær að njóta sín í öllum sínum fjölbreytileika og fær alls konar tækifæri og það náttúrulega náttúrulega þessi svona verðleika hugsun, það má náttúrulega segja að gagnrýnin á hana sé tvíþætt, að náttúrulega annars vegar það það svona kannski þessi svona empíriska gagnrýni að það náttúrulega bara augljóslega þá búum við ekki í veruleikasamfélagi. Heimurinn ekki þannig að fólk fái í samræmi við það sem það leggur fram og af því að ég meina það bara svo augljóst að horfa á annars vegar á bara barn sem fæðist í hræðilegri fátækt og barn sem fæðist í nýríkidæmi og svo framvegis augljóslega eru tækifærin ekki og fólk verðlauna fyrir að sölsa undir sig auðlindum og að lifa og vinnu annarra og við gætu verið grimm og sagt að hratið flýtur upp í samfélaginu. En svo svona hin spurningin, segjum sem svo að við gætum búið til samfélag þar sem að við hefðum öll nákvæmlega jöfn tækifæri. Hvernig sem við færum að því, það væri náttúrulega bara mjög einhvern veginn að tryggja það að öll börn alist upp með sömu tækifæri og það séu engir erfiðleikar og sem að skemma fyrir og allt það sem að náttúrulega bara praktist séð kannski erfitt að sjá nákvæmlega hvernig væri hægt að útfæra en segjum sem svo að við gætum það. Væru við þá komin með þau fullkomna samfélag þar sem að samkeppnin væri þá öll jöfn, svona, við byrjum öll kapplöpið á sama stað en þá vakna spurningar líka af því að eigum við þá að fara að verðlauna fólk fyrir einhverja svona meðfædda hæfileika og náttúrulega eins og ég nefndi áðan segjum að einhver sé með einhverja stórkostlega tónlistarhæfileika eða hvað það að sem að þýðir það að við komandi eigi þá að fá miklu meiri pening eða lifa miklu betra lífi og eigum að refsa fólki fyrir að hafa ekki neina sérstaka hæfileika og þetta náttúrulega eitthvað sem að við ráðum ekki við en hvað við fáum í vöggugjöf og gerir okkur ekkert endilega kannski betri mannesku að fá eitthvað þannig að og þá einmitt kemur líka upp að þá værum við einhvern veginn þau sem að gengi vel hjá væru þá sannfærðum að þetta eru virkilega ég á þetta skilið að því ég svo frábær og þau sem að gengi illa hjá ættu þá að jafnframt að vera sannfærðum að þetta væri nú bara mér gengur svona illa því að ég svo ömurleg og það samfélag sem við myndum vilja hverjum væri það til góðs í rauninni? En það líka, þetta mér hefur núna að svolítið ríkjandi finnst mér svona hugmyndum síðustu ára og áratuga svona að það sé hægt að flokka fólk í gott og slæmt og svona þessi hugmyndum að við séum breiskar fallan verur sem við veitum nú í miðaldar guðfræði eða það bara við hvert sig rúmu við bæði illmenni og góðmenni að við hún svona vera svolítið að víkja svo hugmyndum að við séum getur verið margt eins og þú ert að taka dæmi eitthvað sem að stendur, hefur eitthvað stórkostlegt fram að færa fyrir okkur sem okkur hinn langar í en hann getur verið bölvaður drullusokkur, það getur margir verið ótrúlega klárir, það hefur verið sagt til dæmis að svona karlastéttir eins og verkfræðingar, læknar og fleiri að þetta eru menninir sem að tapa mestu á hlutabréfamarkaðunum að þeir halda yfirburðaþekking sín í fæinu, setja heimfærin yfir á hvað sem og verða, þú kannast við það, menn getur orðið ótrúlega ratar utan síns fræðasviðs. Jú. En alveg sannfærðir þar getur sína eins og þeir eru í fræðasviðinu eða þekkingarsviðinu. Við erum svo margskonar, við erum allt. Og einmitt og það og einmitt mjög slæmt ef að við förum einhvern veginn að við erum bara að smætta fólk niður í eitthvað eitt og af því að við erum náttúrulega öll, ég meina ekkert okkar bara eitthvað eitt, við
hvert og eitt okkar tilheyrir alls konar hópum, við höfum alls konar kosti og alls konar galla. Og í okkur eru þversagnir. Já, erum full af þversagnum og svo líka náttúrulega að sko flest viljum við líta á okkur sjálf sem góðar manneskjur og að við séum einhvern veginn að reyna að gera rétt og eitthvað þannig. En við gerum öll mistök líka og við gerum líka bara siðferðilega ranga hluti og hérna og spurning á að kalla það mistök eða er það bara að við einhvern veginn föllum í freistni og gerum eitthvað slæmt og hérna vitandi að við sem að gera eitthvað slæmt og svo bara réttlætu við það rétt á eftir. Einmitt, já, við erum náttúrulega mjög góð í því yfirleitt að réttlæta eigin hegðun réttlætinga vélar. Alveg og náttúrulega vonumst samt til að við flest látum það vera að fremja einhver hróðaleg illvirki en hérna að við svona höldum okkur á mottunni í slæmu hegðuninni sko. En það er einmitt mjög slæmt að einhvern veginn að líta á einhverja mannesku sem algóða eða alvonda eða að líklega er bara ekkert okkar það. En peningarnir hafa oft þannig áhrif. Ef ríki kallinn í herberginu að ég get lofað því að það hlæja allir af bröndurunum hans, hvort sem eru fyndnir eða ekki. Peningar hafa ótrúlegt aðdráttarafl. Já. Peningar og vald sem að náttúrulega fylgjast að. En og þú getur séð það í herbergjum sko, oft hallar herbergi sér að einhverjum tilteknum sem að hann hvort mesta peningin eða mestu völdin. Já, og það einmitt og það þarf ekki að vera peningur, það geta verið völd líka og maður sér þetta jafnvel á heimsbyggiráðstefnum þar sem að hérna er svona hópur í kringum einhvern frægan í kaffillinu. Við erum svolítið veikar manneskjur, þess vegna verðum við að gæta okkur og ég er gaman að tala um þetta og lesa greinina þína að þetta verðleika samfélag við ættum kannski að setja það í einhverja hillu sem svona þetta er varúðarfullu hugmynd sem við höfum að beita með mikil varúð. Já. Þú veist, ef við beitum henni kæruleyslega að við bæði völdum sko skaða og mikil í sorg og dempum skömmi við fólk sem á alls ekki skilið hana og sem þarf sísta að dreða hann halda. Og ef að þú upplifir að þú hefur svona mikla verðleika og eigir svona margt skilið, farðu bara hægt með það. Ekki vera að reykja of mikið með það. Nei, mitt og þá kannski einmitt gott að hugsa ok, ég er svona frábær, ég hef svo mikla bara hæfileika og verðleika og hérna að kannski ætti mín næsta hugsun þá að vera hvernig get ég látið gott að mig leiða með þessum frábæru hæfileikum mínu. Annað en að sópa að mér aðdáun allra hinna. Mjög gaman að fá þig að tala um þetta mikilvægt mál. Alltaf gaman að tala um svona þessu sviði, svona um samfélagið okkar því að við erum mikið til að tala hérna um pólitík og svona ýmis svona birtingamyndir átaka í samfélaginu en við lifum ekki í menningu sem er svona seigfljótandi og hefur mikil áhrif og meðal annars á það sem við erum svo að ræða hérna. Mjög gaman að fá þig. Takk fyrir mig. En við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennan heim og þetta samfélag og stundum okkur sjálf líka. Næsti kafli er eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Við ætlum að ræða skipulagsmál næstu mínútur. Það er nú heilmikið spáð og spekulerað húsnæðismálin hérna, umferðina, þéttingu byggðar og fleira. Og hingað er komin til mín ágætur gestur Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Vertu velkominn. Takk fyrir. Þú ert varaborgarfulltrúi Flokksfólksins, fyrsti varaborgarfulltrúi Flokksfólksins og situr meðal annars í umhverfis- og skipulagsráði. Já, það er rétt. Og þú hefur svona opinberu vettvangi verið að láta til þín taka í hérna með greinarskrifum
og við ætlum að byrja á því allavega að ræða þéttingu byggðar. Okay. Finnst þér sem svona eins og ég upplifið að þegar maður heyriði af stórtækum áformum fyrir einhverjum x árum þéttingu byggðar, þá hékk þetta mjög mikið saman við borgarlínuna, umhverfisvænar samgöngur og þetta var svona kynnt að miklu leyti sem umhverfismál. Síðan hafa komið fram alls konar ágallar og mikil umræða verið svona sitt hvað sem hefði geta farið betur. Höfum við gengið á langt í þéttingu byggðar vegna einhverjar svona framsýnar, einhverjar undir yfirskinni sviðsmyndar hérna skilvirt og umhverfisvænt pláss var aldrei innistæða kannski fyrir sjálfum kjarna hugmyndarinnar, eða hvernig lítur á það? Jú, þétting byggða náttúrulega byggir á, eins og við vitum flest, að þetta byggir á því að nýta þá innviði sem að til staðar eru á hverjum stað fyrir sig. Það er mjög dýrt að byggja upp, að brjóta nýtt land og byggja upp frá grunni nýja innviði, vegakerfi og bara allt sem því tilherir og skóla og slíkt. Þannig að auðvitað náttúrulega er þétting byggðar nauðsynleg. En það má kannski segja sem svo að þétting byggðar hér í Reykjavík hafi svolítið farið fram úr sér á köflum í rauninni. Ég vísa nú bara í grein sem ég skrifaði í Vísi daginn og að ég tók nú kannski aðeins sterkt til orða eða þannig, ég vildi meina það að hún hefði beðið ákveðið skipbrot á þörru landi svo þétting byggða sem við þekkjum í Reykjavík að vissu leyti. Hvenær hófst sá óheilla fasi að þínu mati? Hvenær byrjar þetta að ganga á langt? Sko, við getum talað svona 2 síðustu meiri hluta, cirka 2-3 kannski, að þá fer þetta á fullt. Og ég bara ítrekka það, ég er ekki að tala niður þéttingu byggðar per se heldur vegna. Ég er einungis að benda á að hún hefur í sumum tilvikum gengið aðeins svo langt að því leytinu til að margt af henni, það sem búið er að byggja, dýrar íbúður kannski mjög miðsvæðis í borginni, hefðu kannski mátt bíða á meðan meiri áhersla hefði verið lögð á það að byggja upp ný hverfi með svona blandaðri byggð sem að reyndar hefur verið gert líka á meðal hins að til þess að koma betur til móts við þarfir markaðarins í rauninni. Það er ekki skortur á luxus íbúðum. Við erum ekki með tugi eða hundruður ríkra einstaklinga sem að eiga hvergi heima eða hvergi höfðu sína halla og er að bíða til að kaupa sér nokkur 100 milljón króna íbúð við höfnina. Það er ekki neyðar ástand þar sem að hefði þurft að bregðast við. Heldur akkurat í hina áttina þar sem að við erum með fyrstu kaupendur og fólk sem er að flytja í borgina. Ungt fólk sem er að flytja heiman meðal annars og utan á landi og allavegna. Að við höfum ekki alveg komið til móts við þarfir markaðins hvað þetta varðar. Og það sem við erum að gera núna í nýju samstarfi er það að leggja meiri áherslu til dæmis á 1000 íbúða í Úlfarsárdal, svo verður fara að stað með byggði í Keldnaholti sem dæmi. Þannig að það er svona verið að virkilega að pressa á það að koma til móts við fasteigna markaðinn og þörfina í enna raunverulegu þörf. Til þess að byggja upp húsnæði sem er á forsendum þarfarinnar en ekki kannski fegurðar dýrustu svæða miðsvæðis í Reykjavík. Því að málið það að þessi svæði er ekkert að fara að hlaupa frá okkur. Við getum alltaf þétt byggð þar, hverjum sem er. En við þurfum að snúa svolítið ofan af þessari ofurþéttingu í bili. Auðvitað vera að þétta líka hverfis í Breiðholti og Grafavogi og Hvar hefur orðið ofurþéttinga því þú notar sjálfur það orð? Sko, nú hafði til dæmis Valsheimilisreiturinn sem að menn þekkja. Þar hefur verið gagnrýnt að þar hafi það sé mikið skuggavarp og svo framvegis. Ég ætla ekki að dæmi það sjálfur. Ég þekki engan sem að býr þar. Ég hef ekki komið inn í íbúðið þarna. Þannig að ég ætla nú bara að vera alveg hlutlaus í því máli. En
ofurþétting til dæmis það, þegar verið að byggja það nýtt húsnæði, það sem að vantar það er mikið skuggavarp til dæmis, þetta hefur áhrif á birtu gæði í íbúðum. Þar með áhrif á líðan? Já, ég meina sérstaklega í landi eins og Íslandi, það sem að nú margir mánuðir á ári, það sem mikill skortur á birtu nú þegar, þannig að það er ekki ábætandi á fólk að skerða það birtuflæði enn frekar heldur en að náttúran reynilega sér sjálf. Og ekki allstað huga hljóðvist sem skildi? Hljóðvist sem dæmi, nú að byggja til dæmis bara fjölbýlishús nánast bara í jaðri gangstéttna í rauninni, þannig að það eru dæmi það. En það hefur verið gert áður. Við þekkjum það reynda bara sem dæmi yfir öðrum borgum. Maður fer bara í Oslo eða aðrar höfuðborgir í Norðurlandana eða hvar sem að þá byggt mjög þétt víða. En í Reykjavík, það eitthvað með Reykjavík, hún svolítið sér á báti í rauninni. Ekki bara veðurfræðilega sé, heldur líka kannski má segja að við erum svolítið bílaborg. Já. Íslendingar eru bílaþjóð, þannig að við erum alveg í miklum erfiðleikum með bílinn, koma honum bara á milli staða og geima hann einhver staðar. Líka hafa verið dæmi það að hér hafa verið byggð upp hverfi þar sem gert nánast ekki, það ekki gert ráð fyrir nægjanlegum fjölda bílastæða. Já, það eina ástæða þess að það gengur illa að selja sumar nýjar íbúðir, segja verktakar. Já, það bara alveg, það staðan sem liggur á borðinu að það erfitt að selja íbúð þar sem að kannski, það nær varla einu bílastæði per íbúð, þannig að, og þeir sem að það bent að við erum að vera að hjóla vænborg, sem betur fer, því að ég alls ekki að tala niður almennir samgöngur, en það vill bara þannig til að margir þeirra sem eiga hjóla, þeir eiga líka bíl. Og þessum bíl vill fólk koma fyrir einhvers staðar og fólk fari að vel heimsóknir þar sem að fólk kemur á bíl. Það ekki mikið það menn hjóli kannski borgar hlutan á millaða kvöldi til að fara í matarboð eða heimsóknir, heilu fjölskyldunar, þannig að það svona eitt faktor líka. En þannig að okkur í flokki fólksins, okkur hefur fundist verið að farið aðeins og skart af stað varðandi með þessi atriði eins og það. Nú þurfum við aðeins að vinda ofan af þeirri hugsun að útrýma bílnum, því að bílum að fjölga. Auðvitað væri langbest og það væri besta heilsufars átak allra tíma ef við myndum bara hreinlega tyrfa yfir umferðargötur og láta fólk bara fara að ganga aftur á milli staða eins og við gerðum hér að öldum áður. Það gríðalegt heilsu átak fólkið í því, en það náttúrulega ekki að fara að gerast, þannig að við erum först með bílinn í fanginu inn í framtíðina. Maður velti líka aðeins fyrir sér að ef þú ætlar að breyta hegðun borgara og þú sem sagt ert að skipuleggja mál með nýjum hætti til þess að það verði minni bílaumferð, það verði umhverfisvænni samgöngumáti að við getum aukið hlutdeild okkar í almenningssamgöngum og svo framvegis, þá skiptir náttúrulega miklu máli að framkvæmd þéttingarbyggðarinnar sé skynsamleg og góð. Þannig að eitt líka hugmyndin þéttingbyggðar og annað framkvæmd þessarar hugmyndar. Og það hefur svolítið borið á gagnrýni á það eins og þú hefur aðeins komið inn á núna að við höfum einmitt ekki verið að forgangsraða rétt. Já, það akkurat málið og ég, það sem ég reyndi að tala það líka í greinni minni á Vísi daginn að þétting byggðar, það hálfgerð svona, það má segja þessi ákveði fyrirbæri sem að þarf að gangi gegnum ákveðin þroska feril, eða hægt að segja sem svo. Að því lítum til að við náttúrulega þurfum eins og öll mannanna verk sem ekki fullkomin, að þá þurfum við líka að læra af þeim mistökum sem við höfum gert, eða allan að þurfa að skoða það sem að betur má fara varðandi þéttingu byggðar. Þannig við myndum ákveðu svona heildar samræmi með tilliti til alls sem að þarf að taka tillit til varðandi þéttingu byggðar sem náttúrulega samgöngumál og innviða strúktúr og allt það. Og ég held að það bara staðrindin, málið bara vandamálið í Reykjavík það. Við erum í miklum umferðarteppum hér og mér finnst bara sjálfum
að þessar umferðarteppur séu farnar að lengjast í báðar áttir. Það var svona annað tíma náttúrulega langmest, en mér finnst svona að þetta verið að fara að teygja sig alveg bara nánast yfir svona daginn þveran og endi langan sem ekki skrítið í ljósi þess að þú bendir rétt til að bílum að fjölga þrátt fyrir áformum annað. Við erum með þrengingar á sama tíma og skerta umferð, minna flæði umferðar á sömum svæðum sem áður voru opnari. Ég lendi því hér miðjanda í gær að vera held ég hátt í 40 mínútur frá heilsugæslustöðinni á Seltjarnarnesi og hingað að Bólholtinu sem setti nú bara viðtöl og miðbygg vinnudagsins í algjört uppnám sko. Já, þá spurningin, hefur þú komist hraðar yfir og meira hefur þú komist yfir hraðar með strætó? Sennilega, en sko það hefur ekki verið svo tíð að þú hafir getað sparað þér tíma og sporin með því, en kannski það kannski við strætó náttúrulega stór auka umferð sína og þjónustu og kannski þarf maður bara að læra það nýja hlutverk upp og nýtt en sko ég held að við séum flest sammála það eins og þú hefur aðeins komið inn á að það væri jákvæðara viðhorf gagnvart þéttingu íbúðar ef það hefði verið byggt meira af minni íbúðum fyrir barnafólk heldur en kannski lúxusíbúðir og svo óþarlega stórt húsnæði og svo koma þessir ágallar sem við höfum verið að nefna eins og hljóðvistinn og skuggarnir og allt það. Skortur á bílastæðum. Þannig að framkvæmdin, ef þú ætlar að keyra á nýrri hugmyndafræði í göfugum tilgangi þá skiptir miklu máli að framkvæmdin sé vel hefnuð. Já, þetta bara svo dýnamist fyrirbæri líka, það þarf að huga til svo margra þátta í þessu. Auðvitað geti það byggja falleg bryggjukverfi eins og tíðkast bara í öllum stærstu borgum í kringum okkur, að það ekkert af því í rauninni. Þetta hefur með svona ákveðna borgarmynd og borgarþróun að gera og alveg sjálfsagt að hafa möguleikan á því að fólk geti eignast bæði ódýrt og líka dýrt húsnæði í borg, þannig að en það sem ég benti á hérna áðan bara alltaf fyrst og fremst þetta að við þurfum svolítið að fara að huga að því hver staðan, hver þörfin og gott og vel með fallega falleg bryggjukverfi og fleira svona miðsvæði sem bara mjög fallegt og flott. En erum við að uppfylla þarfir markaðarins, erum við að koma til móts við íbúðavandann í borginni með þessu eins og og svari við því held ég að sé nei, þessu öllum fullljóst orðið núna að það þarf og við erum eins og sagði áðan líka að vinda ofan á þessu með því hreinlega að fara að brjóta nýtt land undir byggð eins og í Úlfarsárdal og Keldnaholtið þessum ofsalega falleg, ég hef séð það verið kynntar þar teikningar af nýju hverfi sem að ég bara segi eins og að það er virkilega falleg hönnun, það sem að það komið svona miðbæjar stemming þar nær voginum, grafvoginum og þannig að þetta verður rosalega fallegt hverfi og svona blönduð byggð og það er það sem við viljum sjá miklu meira af. Já. Þú segir í greininni sem þú hefur vitnað til að þéttingarstefnan hafi beðið ákveðið skipbrot. Og nú eru þið í Flokki fólksins loksins í meirihluta. Já. Og þú heyrir í samstarfsfólkið þínu í meirihlutanum. Komin einhver svona nýr konsensus eða ný meðvitund eða komin einhver ný umræða á meðal allra eða flestra meirihlutaflokkana að þéttingin hafi ekki gengið sem skildi, það hafi verið hnökrar á henni og það þurfi að víkja einhverju leyti af leið eða framkvæma þéttinguna betur. Einhver sjálfsgagnrýni inn í þessu meirihluta sem þú ert í núna á liðin verk fyrir tíð? Ég held að það má kannski segja sem svo og þá myndi ég vilja freka kannski ekki kannski tala um sjálfsgagnrýni þannig, heldur meira þetta að
hafa lært af því sem gert það bara ég ítreka það að hörðustu úrbanistar hérna fyrir meirihluta voru með miklar hugsjónir og það góður hugur sem fylgir þarna að og allt það en það sem ég ætla ekki að vera að endurtaka það sem ég sagði hérna áðan en það sem við erum að skoða og ég bara segi það hreint út að við erum öll svona að ég sé mikla breytingar á því í skipulaginu núna að nú miklu meira tillit tekið til hljóðvistar og birtu og skuggavarps þannig að það miklu meira, það svona við tökum þetta miklu fastari tökum heldur kannski var gert áður þegar hlaupið var að stað og það var farið bara þétta byggð og þétta og byggð eins og margir vita að hún svo þétt stundum miðsvæðis í borginni að það liggur við að fólk geti bara hreinlega heilsast á milli húsa sko, gegnum gluggana eða svala. Það bara örfá, þetta það stutt á milli, sumstaðar, sjálfgæft reyndar, en það allavega sem svolítið óíslenskt, því það oft verið talað að Íslendingar ölumst upp í þenni landi að við viljum taka okkur smá pláss. Já, og Íslandi náttúrulega, og stundum hefur maður ekki alveg skilið, sko, við erum ekki í landskorti á Íslandi. Við erum það ekki. Við eigum gríðarlegt landsvæði til þess að byggja á, en það kannski annað með stærri borgir sem eru virkilega að glíma við mikinn skort á landrými til að byggja á, að þar verði byggðin eins þétt og hægt Þannig að, en svo líka á hinn veginn, að þá líka ákveðin svona takmörk fyrir því hversu langt upp á heiðar við getum farið að byggja borg. Það bara þannig að jarðfræði sko lega landsins að við erum svona jaðarsvæði, þetta mjög viðkvæmt, það eins og margir vita að þá kannski efst í Grafvogi eða hvar efstu byggðum, að þá hérna ennþá kali í túnum með að fara að blómstra niður í miðbæ. Þannig að það má svo litlu muna hérna í okkar heims hluta, okkar staðsetningu Íslandi, hvernig við getum byggt. Þannig að við erum svolítið bundin af því við höfum gríðarlegt pláss undir byggð. Nú á að fara að leggja Sundabraut, það alltaf fullu þar. Ertu jákvæður gagnvart henni? Ég mjög jákvæður gagnvart henni og það sem að mér finnst gagnvart varðandi Sundabrautina, að mér finnst hún hefði átt að byrja miklu fyrr. Og ég myndi vilja sjá byggð náttúrulega bara í Geldinganesi. Það náttúrulega bara þróunarsvæði sem eftir að sjá hvað gerist með það. Og auðvitað myndi eins og flestir, eðlilegast væri að það myndi rísa byggð með blandum iðnað eða eitthvað slíku. Og í framhald af því finnst mér og við í flokki fólks að við myndum vilja sjá byggðina bara halda áfram alveg upp á Kjalarnes. Þannig að Reykjavík yrði svona borgin við sundin sem yrði mjög fallegt að mínu mati og löngu tímabært þannig. Og þú myndi glaður greiða veggjöld? Ég myndi gera það, já. Algjörlega. Þegar við ræðum Sundabraut þá freistandi að ræða líka Reykjavíkurflugvöll. Já. Það alveg ótrúlega áhugavert hvað Reykjavíkurflugvöllur fær að vera þarna að mestuleyti óhreyfður í umræðinni og pólitískt þá virðist þetta vera mjög svona viðkvæmur biti að nefna. Hver ástæðin til Reykjavíkurflugvallar? Verður þessi flugvöllur að víkja í umræðu bara af því við erum að ræða skipulagsmál, við erum að ræða hvernig væri hægt að koma þeim betur fyrir, það myndi nú heldur betur létta á ýmsu og myndi gjörbreyta skipulagsmöguleikum. Ef að flugvöllurinn færi, þá myndi rísa hann að byggða náttúrulega. Það getur mögulega aukið ennþá meira á umferðarvandan miðsvæðis í borginni nema það náttúrulega hverju byggð fylgja ákveðin fjöldi bíla en ég ekki talað það aldrei byggt hana en vandamáli staðrindin í málunni varandi flugvöllin náttúrulega svo að flugvöllurinn þarna þangað til ekkert annað betra býðst. Það allavega skoðun okkar í flokki fólksins og mín að hérna og flugvöllurinn náttúrulega við þekkjum allir söguna með það að þetta hefur að gera með beina tengingu landsbyggðarinnar við borgina. Það geta bara sótt þjónustu og lent þetta svo hefur þetta líka að gera með sjúkraflug og fleira. Við vitum líka að flughegðun Íslendinga hefur breyst og þetta hefur ekki sama vægi og það hafði ég bjóð 25 ára á Akureyri og ég get bara lýst í fyrir þér að kannski fyrstu 10-15 þá var þetta algjör svona lífæð
Svo var þetta eiginlega orðið þannig undir lokin að þetta voru mestmegnis fólk sem ekki borgar sjálft flugfarið sitt heldur eða opinbera eða fólk á vegum atvinnulífsins sem var að fara í þessa ferði. Þetta náttúrulega kostnaðurinn við flug hérna innanlands er brjálæðislegur sko. Já, þannig að það eru líka einhverja svona þannig breytingar sem að telja inn í vægi vallarins. Algjörlega, náttúrulega það er ákveðin landsbyggðarstyrkur, það ekki fólk á rétt á einhvers konar flugstyrk. Jú, það eru einhverjar fáferðir sem er niðurgreiddar. En meira þegar það náttúrulega dýrar að fljúga til Akureyrar eða Egilsstaða heldur að fljúga til London eða Kaupmannahafnar, að það náttúrulega það er dýrt. Já, það var mjög ódýrt að fljúga fyrir einhverjum áratugum, þá var meira svo samkeppni tíma og þá hefði verið óhugsandi að bara fyrir mannesku sem bjó út á landi Akureyri að sjá fyrir sér Reykjavíkur flugvallarlausa höfuborg en það er ýmislegt sem að hefur breyst. Já, en sko allavega við stöndum vörðum flugvöllin eins og staðin núna. Við bara verðum að horfast í augu við það. Svona liggur í þessu núna að flugvöllin er þarna, það er ekkert annað stæði. Hvassahraun alltaf var í umræðinu mikið á þessum tíma eins og allir vita og það voru meira þess að gerðar sko einhverja rannsóknir nánast liggur við eftir að gos hófust á svæðinu sko. Það var ennþá verið að koma einhverja rannsóknir og niðurstöður rannsókna það að mögulega gæti þessi staðsending bara henta mjög vel. Auðvitað er enginn að fara að byggja flugvöll á virku jarðhræringasvæði eða eldgosasvæði, þannig að það er nokkuð ljóst að flugvöllur voru líklega ekki byggður í Hvassahrauni, en það var að spurningi hvað eigum við að gera, hvar á innanlandsflugið að vera ef flugið færi úr Vatnsmýrinni. Gætu við haft bara innanlandsflugið í Keflavík með því að styrkja bara þá, vera með það bara lest á milli eða eitthvað, ég veit það ekki, þetta er ákveðin fjarlægð á milli, svolítið langt á milli náttúrulega, þannig að ég segi það ekki fyrir mér heldur. Gæti hann verið á Lönguskerjum eins og kom upp einhvern tíman hugmynd sínu tíma? Ég veit það ekki, en allan við stöndum frammi fyrir þessum spurningum líklega hvar á hann að vera? Ef hann á ekki að vera þarna, hvar eigum við að hafa innanlandsflugið á sem hentugustum, örugustum og besta stað fyrir landsbyggð og borg? Og ég bara segi alveg eins og er að ég veit það ekki eins og er. Það þarf að skoða þetta miklu betur og þetta er svona framtíðar músík sem að þarf að fara að spila síðar. Mér langar aðeins að víkja talinu að grein sem að Þórdís Lóa sem var forseti borgarstjórnar skrifar glæný grein. Hún ræðir sko offrambúð af dýrum lúxusíbúðum en skort á litlum og meðalstórum íbúðum. Já. Sem að margir þar með þú hafið verið að tala undanfarið. Og ég les það út úr grein Þórdísar Lóu sem er jú borgarfulltrúi Viðreisnar að hún vilji auka miðlægt vald Reykjavíkurborgar sennilega á kostnað verktakaræðis. Hún er að tala um að það væri betra að taka upp fyrirkomulag þar sem ákveðni reitir yrðu fyrirfram gróf hannaðir, hvað var þar útlit og íbúastærðir og samræmi raunverulega eftirspurn, þannig verði uppbyggingir bæði markvissar og hagkvæmari. Og hún kannski, hún sérstaklega að tala um Ártúnshöfða og svona, ég les það kannski mest á milli línana að hún sé kannski í hópi þeirra og þeir eru fleiri núna sem hefur kannski fundist sem pólitískir fulltrúar hafi gefið frá sér aðeins og mikil völd til einkaaðila verktakaræðið sem að eins og það hefur verið kallað á svona. Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að skoða? Sko, þessi grein alltaf sýnir kannski líka fyrst og fremst fram á það að við erum öll svolítið á svipuðu stað í rauninni varðandi það að við erum öll að skynja kall tímans varðandi húsnæðisstörf í borginni.
Þannig að það er jákvætt og það er margt í grein. Ég reynda að tekka það með, ég á eftir að lesa greinina. Ég hljóp hingað í morgun og þessast áðan og hérna, ég hlakka til að lesa greinina, hann Þórdísar á eftir. Og ég veit að hún verður tekin fyrir þessi tillaga í borgarstjórn í dag. Við höfum rætt þetta innan meirihlutans auðlítið svona. Ágætt að minna á það að þessi upptaka er sem sagt á þriðjudagsmótni á milli 11 og 12. Já. Og borgarstjórnarfundur klukkan 12. Já. Þú er þá að byrja eftir 7 mínútur. En allavega varandi tillögu Þórdísar þá er sko það, ég skil hana alveg hvað hann er að fara. Og að vissu leyti má segja sem svo að verktakaræði hafi verið svolítið ríkjandi kannski í byggðaþróun, í uppbyggingu í borginni, en svo það er nú bara trendið í hinu vestanlega heimi að það sé þannig. Við erum ekki alveg í sovjaskum einhverju miðstýringu á útliti húsa, einhverjum stalinískum blokkum, samkvæmt einhverjum stöðluðu formum og svo framvegis. Þetta er nú ansi langt þangað. Ég veit það, ef við tökum íkt dæmi, en allavega það sem að hún er ekki að tala um það. Þetta er svona kannski meira svona út úr dúr að sjálfsögðu, en það sem ég er að benda á með svona íktum út úr dúr er það að hvar setjum við mörkin? Það eru mörk til staðar varðandi verktaka. Þeir þurfa að lúta ákveðnum reglum í sinni uppbyggingu og öll uppbyggingasvæði í borginni koma til umfjöllunar umhverfis- og skipulagsráðs og þá er verið að fjalla það eru fagmenn á sviðinu og við pólitíska hliðin erum líka að fara yfir svona hvort að það er tekníkar sem að verktaka skili inn falli undir þær kröfur sem gerðar eru allslags hluti. Samanber borgarhönnunarstefnu sem að kemur inn á verklag og gæði og útlit og allt það. Þannig að þetta er ekki alveg vilt af vestrið, menn verktakar geta ekki bara gert hvað sem þeir vilja á sínum lóðum. Það er ekki þannig. En það, svo ég víkjum aftur að greinni, en það spurningin með að vera að forhanna hverfi, útlit húsa og allt það, þetta er alveg spurning og ég held að þetta við séum svona eiginlega að fara svolítið. Við erum ekkert langt frá þessu í rauninni. Við erum að leggja núna nýr meirihluti, meiri áherslu á blandaða byggð í hverfum og með blandaðri byggðar náttúrulega það við samvinnu verkalýðsfélög og fleira og það var hugmynd meira sem það að vera með einhvers konar eitthvað svona þróunarfélag í samfloti með þeim þannig að og blönduð byggð er svolítið svona eðli málsins samkvæmt ákveðin forhönnun á hverfi fólkin í því að vera með félagslega blöndun byggðar. Já, hvað sem við ykkur Stalin þá held ég. Þú er ekki að líka fólk þessu lófi Stalin eða hún sín eitthvað á sovjíska hugmyndir, alls ekki. Ég nú bara að segja þetta eins og brandara að ég held að það sé trú flestra að pólitísk kjörnir fulltrúar séu líklegri til þess að hafa almannahaga leiðarljósi í skipulagi heldur en ef þú framselur vald til verktaka í ómiklu mæli. Ég held að það sé bara goes without saying, þannig að kannski munum við læra það síðar að bakka aðeins með þá þróun sem hefur verið. Já, ég er algjörlega sammála því. Það er akkurat það sem ég myndi leggja í grein Þórdísar með það. Þetta er svona komin tími til að staldra við, skulum við segja. En ég ætla ekki að halda þér mikið lengur af því að eins og þú segir, þú þarft að fara á fund en þú bendir á í niðurlagi greinar þinnar að það séu þúsundir nýrra íbúða í nýjum hverfum og myndirðu segja að vera í bjart eða svart framöndan eða er svona bara hvernig sérðu fyrir það næstu misseri? Það er mjög bjart framöndan því ég heyri eins og myndist á áðan að þá þarf mér að segja að ég heyri að það er mikill vilji til þess að svona að staldra aðeins við, hugsa málin aðeins upp á nýtt. Það er enginn að fara að yfirgefa þéttingu byggðar, heldur eru fatnar að við viljum þétta byggð bara með skynsamlegri hætti, það sem er tekið meiri svona tillit til aðstæðna hverju sinni. Það er svona, og ég bara ítreka það, ég held að þétting byggðar hafi gengið í gegnum ákveðin þroskaferil og við séum aðeins að innan gæsalappa svona fullorðnast meira í því hvað við ætlum að gera, hvernig við erum stuðla aðinni, haga þéttingunni og hvaða þætti við leggja áherslu á með þéttingu byggðar.
að núna þurfum við að fara að brjóta nýtt land, við þurfum að fara að búa til ný hverfi, hvort að það verði einhver forhönnun á hverfum eins og talaðum í greininni, veit ég ekki, en ég held að þetta verði svona sambland af öllu þessu. En sem stendur þá munum við áframsitja föst í umferðinni og jafnvel bara teppurnar aukast og aukast. Sko það var alveg efni bara í annan þátt í rauninni, sko, því að ég held að bílavandinn í Reykjavík er bara hlutur sem þarf að fara að horfast í augu við mjög alvarlega. Við þurfum að taka mjög markvisst á því. Við þurfum að fara að hugsa nýja leiðir bara varðandi bílastæðamál og hvernig við ætlum að auka flæði umferðar í borginni. Þetta kemur á snjallljósastýringu líka. Ég minnast á það, nú var snjallljósastýring sett upp. Það verið að því núna upp á Ártúnshöfða að setja upp fyrstu svona snjallstýrðu gönguljósin og þetta er bara framtíðin að mínu mati, að það verði bara, og ég myndi vilja sjá þetta verkefni halda áfram markvisst út alla borg á öllum gönguljósum. Það er reyndar annavarandi gönguljós og annað sem eru sannarlega að hefta stoppa umferð og allt það, eðlilega, fólk þarf að komast yfir. Ég persónulega hefði viljað sjá miklu meiri nýsköpun og svona meiri kannski þróunarvinnu varðandi hvert viljum við beina gangandi vegfarendum? Viljum við alltaf beina þeim þvers og kruss yfir umferðargötur, þungar umferðaræðar? Ég segi bara nei. Er ekki miklu betra að fá bara fleiri göngubrýr og fá undirgöng þar sem að því verður við komið vegna lagna náttúrulega og annara staðhátta. Þannig að ég myndi vilja sjá og líka varðandi í framtíðinni að þá verður talandi um gervigreind og annað að þá getum við séð fyrir sér að allir umferði Reykjavík virði svona nánast stýrt bara miðlægt, það sem að væri bara hólfa skiptingar hér á umferðar bara hlutum, bara hverfum, það sem væri hægt að fylgjast með í rauntíma hvar álagið er mest og þá er þið bara stýringi samkvæmt því. Það er náttúrulega framtíðin og það mun verða þannig, það er ekki spurning hvort heldur hvenar, þannig að en við erum að tala í árum og við eigum bara örfáa mánuði eftir að þessu kjörtímabili og ný hverfi rísa ekki á nokkrum mánuðum, heldur á nokkrum árum, þannig að hvort sem það verður við sem að höldum áfram með okkar vinnu núna eftir kosningarnir í vor sem að ég vona svo sannarlega að borgarbúar sjáu hag sinn fólkin í því að treysta okkur áfram fyrir okkur í flokki fólksins að koma okkar sjónarmiðum áfram. Þannig en hvað sem verður eftir kosningarnar að þá rísa hverfi á nokkrum árum og ég bara ítreka enn og aftur að það er að verða breytingar í hugsun og bara í meðförum á þéttingar fyrirbærinu sem slíku og ég ítreka það að við verðum að taka miklu fastar á öllu sem varðar umferðarflæði í borginni og bílastæðavandanum. Ég sæi fyrir mig bara þetta að fara í ganga eitthvað svona nýsköpunar hugsjón eða hugsun varðandi bílastæðamál. Bara fyrir að sjá eitthvað nýja tegunda bílastæðahúsum sem að jafnvel varu bara einhverjum ódýrum, einhvers konar arkitektúr sem myndi falla vel inn í umhverfið, væri ódýr í byggingu, fljótlega að byggja, sem væri bara opið, engin upphitun, ekki neitt, það má blása í gegn, það vallaði fenni kannski kafsósum, en þetta væri bara ódýrar góðar lausnir sem að væri, og líka þegar ég var að skoða hvernig það er ellendis, að þá sumstað að tala um svona park and ride, það svona bílagerði, við nærri svona samgöngu miðstöðum þar sem að fólk getur nú mikil umferð bíla inn í borgina bara frá nærliggjandi sveitafjölugum, bara Selfoss og Hveragerði og Borgarnes og við það. Hvað er að fólk getur bara komið á bílunum sínu þaðan og lagt í eitthvað svona bílagerðum nærri svona þessum borgarlínu eða almenningssamgöngu stoppustöðum og tekið síðan bara almenningssamgöngur áfram inn í borgina. Það þarf að finna alls konar lausnir. Hvað með að leggja eitthvað rampa upp á bílskúra eða slétt þök eitthvað staðar í iðnaðarhverfum eða hvað. Mér finnst við ættum að verða miklu frjórri varðandi bílastæðamál í borginni og ég myndi vilja sjá bara hreinlega miklu svona, svona miklu meiri skapandi umræðu hvað ætlum við að gera. Þetta búið að vera svolítið polarisera, svart og hvít, annarkvort þetta bara í strætó eða þú ert á hjóli eða bíl. Þannig að þú getur verið á hjóli og strætó og bíl og allavega. Við hvað vinnur þú og hvar svona hlustendum og áhorfendum til upplýsingar? Hvar vinn ég? Hvað starfi gegnir þau þegar þú
Hver er atvinnaðinn? Já, herðu, ég vinn sem kerfisfræðingur í stjórnarráðunum og er þar í hlutastarfi núna með störfum minni fyrir borgina. Já, skiptir 50-50 eitthvað slús. Já, cirka. Og þannig að ég var það má líka koma fram að ég var hjá Reykjavíkurborg í 19 ár, starfaði þar sem kerfisfræðingur og var þar á meðal því 10 ár í ráðhúsi, svo 12 ár þar og þannig ég þekki svona borgarmálin bæði innan sem utan þannig. Og ekki ókunnugur mikilvægi tæknilausna? Alls ekki og það er líka eitt sem að mér finnst kannski vanta kannski meira inn í umræðuna. Það er bara framtíðin er fólkin í gerfi greindar lausnum sem verkfæri. Sem verkfæri handa okkur til þess að stýra öllu því sem hægt að stýra betur en gert og það er meðal umferðarflæði, göngustýringum, ljósum og öðru. Kannski náum við að gera sérstakann þátt það síðar eins og fleira sem við höfum komið inn á en þú ert orðin á seinna fundin og kæra þakki fyrir að koma hér að rauða borðinu Einar Sveinbjörn Guðmundsson, varaborgarfulltrúi Flokks fólksins. Gaman að fá þig og þá verður þátturinn ekki lengri hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina og verðum aftur í loftinu í beinni útsendingu klukkan 20 annað kvöld með fréttatíman okkar. Við minnum ykkur á það að ef þið hafið ekki enn komið í við en langar að styrkja okkur með mánaðarlegu framlagi sem ekki hátt, aðeins 2750 krónur, hálfur hamborgari eins og við segjum stundum þegar miðað við verðið í miðborg Reykjavíkur. Þá gæti það haft mikið að segja fyrir okkar framtíð og gæti bætt dagskrárgerðina og aukið hana svo munar, pluss það að veit ykkur kannski örlítið óbeint dagskrárgerðarvald í okkar vinnu. Ef þið mynduð fara inn á samstöðin.is, skrolla þar niður, finna hnappinn áskrift og haka þar við mánaðarlegt framlag aðeins 2750. Þið getið náttúrulega aukið framlagið en svona sem grunn áskrift. Við teljum að við búum til mikið af efni hér í hverju viku fyrir ykkur og þið ykkar sem eru aflögufær þið mættið hafa þetta í huga. En við segjum þetta gott í bili, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.